Góðan dag. Ég býð bæjarfulltrúa velkomna til fyrsta fundar bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabilið 2022 til 2026. Fundurinn, við erum samankomin hérna í fundarsalnum í Grænumar og ég byrja á að bóka mætingu. Mættir eru Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista og Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista og svo sem hér stendur Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Við göngum þá til dagskrá. Það er fyrsta mál á dagskrá í skýrsla yfirkjörstjórnar í sveitarfélaginu Árborg vegna sveitarstjórnarkosninganna 14. maí 2022. Og með þessum dagskrálið fylgir skýrsla frá yfirkjörstjórn í sveitarfélaginu Árborg. Eru einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Skýrsla. Já, Bragi Bjarnason, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áhorfendur í sal og á netinu. Leiðið vil óska öllum bæjarfulltrúum til hamingju með sína kosningu. Þá vil ég leið þakka yfirkjörstjórn kærlega fyrir þeirra störf við sveitarstjórnarkosningarnar og allra starfsmanna sem komu að þessu. Þetta var gríðarlega mikill undirbúningur, ný kosningalög sem töfðu talningaferlið heldur betur þannig að fólk var langt fram á nótt. Þannig að viljum bara þakka þeim kærlega fyrir þeirra framlög við sveitarstjórnarkosningarnar núna 2022. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Ég held við getum öll tekið undir þessar þakkir. Þá er það annar liður á dagskráni. Það er kosning í embætti og nefndir kjörtímabilið 2022 til 2026. Og við byrjum á að kjósa forseta bæjarstjórnar til 1 árs og tillögur forseta. Það skal maður að verða. Já, það er tillaga að kosningu forseta til 1 árs. Það er lagt til að Kjartan Björnsson D-lista verði kosinn forseti bæjarstjórnar til 1 árs. Og ég ber upp á tillögu. Þeir sem geta samþykkt tillöguna vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt og þá býð ég Kjartani að taka við stjórn fundarins. Heyrðu, ég ætla að biðja ykkur að kjósa aftur forseta. Það eru hún samþykkt samhliða kosning forseta. Þá býð ég forseta að taka við stjórn fundarins. Já, ég vil byrja á því að þakka fyrir traustið sem mér er sýnt. Ég vil ítreka það hér á fyrsta fundi bæjarstjórnar kjörtímabilið 2022 til 2026 að ég æski þess að eiga gott samstarf við kjörna fulltrúa og óska nýkjörnum bæjarfulltrúum innilega til hamingju með og auðvitað þeim sem hafa verið áður, en þetta er auðvitað stærri stund fyrir þá sem eru kannski alveg bráðnýir. Og ég ætla nú ekki að fara yfir neinar svo sem sérstakar reglur varðandi fundarhaldið okkar hér, en þó er vert að geta þess að almenna reglan er svo að þegar að menn í upphafi málsins ávarpa þá forseta, síðan bæjarfulltrúa sem hér eru
og síðan áhorfendur og áheyrendur, eða þá í einu orði, hvernig sem menn kjósa að setja það fram. Síðan annað, það í upphafi hvers kjörtímabils þá rita bæjarfulltrúar undir hagsmunaskráningu og það verið að leggja lokahönd á frágang þeirra reglna hjá sveitarfélaginu og þið verið látum vita þegar að það klárt. En það samkvæmt þeim reglum. En umfram allt sýnum hvoru öðru góða framkomu og virðingu og þannig mun okkur farnast vel. En við höldum þá áfram, þá komið að öðrum lið kosning fyrsta varaforseta til 1 árs og hér lagt til að Brynhildur Jónsdóttir D-lista verði kosið fyrsti varaforseti til 1 árs. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það kosning annars varaforseta til 1 árs og lagt til að Bragi Bjarnason D-lista verði kosin annar varaforseti til 1 árs. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Það gott að vera vel æfður í hendin í dag, þá við þurfum að rétta hendur upp nokkuð oft. Nú kosning 2 skrifara til 1 árs og þá hér lagt til að Sveinn Ægir Birgisson D-lista og Helga Lind Pálsdóttir verði kosnir skrifarar til 1 árs. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá kosning 2 varaskrifara til 1 árs og það lagt til að Bragi Bjarnason D-lista og Brynhildur Jónsdóttir D-lista verði kosnir varaskrifara til 1 árs. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Þetta ábyrgðarfull verkefni hér að vera skrifarar. Nú, þá höldum við áfram í 3. lið og þá það kosning í embætti og nefndir 2022 til 2026. Kosning 3 fulltrúa í bæjarráð til 1 árs samanber 27. grein samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar nr. 813 frá 2018 með síðari breytingum. Kjósa skal formann og varaformann. Hér lagt til að Bragi Bjarnason D-lista verði formaður. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá lagt til að Brynhildur Jónsdóttir verði varaformaður bæjarráðs Brynhildur Jónsdóttir D-lista. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og svo lagt til að Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista verði einn aðalmanna í bæjarráði. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Áheyrnarfulltrúar í bæjarráði Arnar Freyr Ólafsson B-lista lagt til og Álfheiður Einarsdóttir A-lista. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Vara áheyrnarfulltrúar verða Ellý Tómasdóttir B-lista og Axel Sigurðsson A-lista. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá kosning í embætti og nefndir. Kosning í kjörstjórni til 1 árs samanber A-lið 47. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins nr. 813 frá 2018 með síðari breytingum. 1. Yfirkjörstjórn 3 fulltrúar, 3 til vara. Aðalmenn Ingimundur Sigurmundsson, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Steinunn Erla Kolbeinsdóttir og varamenn þeirra Þórarinn Sólmundarsson, Anna Ingadóttir og Jón Páll Hilmarsson. Þeir sem samþykkja þetta fólk í yfirkjörstjórn fyrir næsta kjörtímabil vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá það undir kjörstjórn 3 fulltrúar og 3 til vara. Aðalmenn tillaga Írisi Böðvarsdóttur, Gunnar Gunnarsson, Ólaf Backmann Haraldsson og varamenn þeirra Steinar Hermannsson
Hólmfríður Einarsdóttir og Herborg Anna Magnúsdóttir. Þeir sem samþykja þetta fólk sem aðalmenn og varamenn í undirkjörstjórn vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Undirkjörstjórn 2. 3 fulltrúar og 3 til vara. Aðalmenn Sesselja S. Sigurðardóttir, Ingibjörg Jóhannesdóttir, Valdemar Bragason og varamenn þeirra Grétar Páll Gunnarsson, Dagbjört Sævarsdóttir og Gunnar Þorkelsson. Þeir sem samþykja þetta fólk í undirkjörstjórn 2 ásamt varamönnum vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Undirkjörstjórn 3. 3 fulltrúar og 3 til vara. Aðalmenn Margrét Katrín Ellingsdóttir, Hafdís Kristjánsdóttir og Jónína Halldóra Jónsdóttir og varamenn þeirra Kristjana Hallgrímsdóttir, Magnús Gísli Sveinsson og Ingibjörg Elva Stefánsdóttir. Þeir sem samþykja þetta fólk í undirkjörstjórn 3, aðalmenn og varamenn vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Undirkjörstjórn 4. 3 fulltrúar og 3 til vara. Magnús Jóhannes Magnússon, Inger Sjött, Brynja Hjálmtýsdóttir og varamenn Svava Júlía Jónsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Már Rúnarsson. Þeir sem að samþykja þessa aðal og varamenn í undirkjörstjórn 4 vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Undirkjörstjórn 5 á Eyrarbakka. Þar eru aðalmenn Lýður Pálsson, María Gestsdóttir og Vigdís Jónsdóttir og varamenn Víglundur Guðmundsson, Rannveig Brynja Sverrisdóttir og Guðmundur Magnússon. Þeir sem þau samþykja vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Undirkjörstjórn 6 á Stokkseyri. Aðalmenn Ingibjörg Áselsdóttir, Ólafur Már Ólafsson, Ragnhildur Jónsdóttir og varamenn Elín Dögg Haraldsdóttir, Berglind Sigurðardóttir og Ingi Þór Jónsson. Þeir sem samþykja þetta fólk í undirkjörstjórn á Stokkseyri vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og það er haldið áfram í 5. lið kosningu í embætti og nefndir. Kosning í nefndir, ráð og stjórnir til 4 ára samanber B-lið 47. greina samþykktar stjórn og fundarsköp Sveitafélagsins Árborgar númer 813 frá árinu 2018 með síðari breytingum. Það er félagsmálanemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Frístunda- og menningarnemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Fræðslunemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Skipulags- og byggingarnemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Eigna- og veitunemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Og umhverfisnemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Tillögurnar fólkið í þessa nefndir er svohljóðandi. Félagsmálanemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn Helga Lind Pálsdóttir, Anna Linda Sigurðardóttir, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Ellý Tómasdóttir og Dagbjört Harðardóttir. Varamenn þeirra Helga Þórey Rúnarsdóttir, Ragna Berg Gunnarsdóttir, Ari Björn Thorstensen, Díana Lind Sigurjónsdóttir og Líselott Símóen. Áheyrnarfulltrúi Svala Nordal og vara áheyrnarfulltrúi Drífa Björt Ólafsdóttir. Þeir sem samþykja þessa aðal og varamenn og áheyrnarfulltrúa í félagsmálanemnd vinsalast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Frístunda- og menningarnemnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn Kjartan Björnsson, María Markó, Olga Bjarnadóttir, Gísli Guðjónsson og Ástfríður M. Sigurðardóttir. Varamenn Viðar Arason, Ester Óskarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Mattías Bjarnason, Herdís Sif Ásmundsdóttir. Áheyrnarfulltrúi Ástrós Rut Sigurðardóttir og vara áheyrnarfulltrúi Ragnheiður Pálsdóttir. Þeir sem samþykja þessa aðal og varamenn í frístunda- og menningarnemnd vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fræðslunemnd aðalmenn Brynhildur Jónsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Díana Lind Sigurjónsdóttir, María Skúladóttir. Varamenn Ragna Berg Gunnarsdóttir, Ingvi Már Guðnason, Anna Linda Sigurðardóttir, Ellý Tómasdóttir, Elísabeth Davíðsdóttir, áheyrnarfulltrúi Gunnar E. Sigurbjörnsson og vara áheyrnarfulltrúi Berglind Björnsdóttir. Þeir sem samþykja þessa aðal og varamenn í fræðslunemnd Sveitafélagsins Árborgar vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Skipulags- og byggingarnemnd
Aðalmenn tillögur Braga Bjarnason, Ara Þórarinsson, Rebekku Guðmundsdóttur, Björgvin Guðna Sigurðsson, Axel Sigurðsson og varamenn Óskar Örn Vilbergsson, Magnús Gíslason, Helga Lind Pálsdóttir, Viktor S. Pálsson, Álfheiður Einarsdóttir, áheyrnarfulltrúi Matthías Bjarnason og varaáheyrnarfulltrúi Guðrún Rakel Svandísadóttir. Þeir sem samþykkja þetta fólk aðal- og varamenn í skipulags- og byggingarnefnd sveitarfélagsins Árborgar vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Eigna- og veitunefnd. Það er gerð tillaga aðalmenn Sveinn Ægir Birgisson, Jóhann Jónsson, Jón Tryggvi Guðmundsson, Arnar Freyr Ólafsson, Sigurjón Vídalín Guðmundsson og varamenn Brynhildur Jónsdóttir, Björg Agnarsdóttir, Ólafur Ibsen Tómasson, Matthías Bjarnason, Arna Ýr Gunnarsdóttir, áheyrnarfulltrúi Álfheiður Einarsdóttir og varaáheyrnarfulltrúi Axel Sigurðsson. Þeir sem samþykkja þessa aðal- og varamenn í eigna- og veitunefnd vinsælast gefur merki. Það er nú ekki, eftir því sem að lögfróðir einstaklingar segja hér ekki samkvæmt sveitarstjórnar lögunum að þessi skylda kjósa formann nefndi geti gert það, en ég tel kannski eðlilegt að fá að spóla hér eilítið tilbaka ef fundurinn gerir ekki ágreining það. Það eru þetta tillaga hér formenn í þessum nefndum og réttilega hefði ég átt að nefna þær. Það er gerð tillaga, vil ég að ég fari yfir alla samþykktir aftur eða bara má ég fara yfir formennina sérstaklega? Gerið athugasemd við það. Þá er það þetta kemur þetta það er sem sagt í félagsmálanefnd, þar er gerð tillaga Helgu Lind Pálsdóttur sem formann nefndarinnar. Við viljum fá að vita hvernig atkvæðin liggja varðandi það. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það í frístund- og menningarnefnd. Þar er gerð tillaga Kjartan Björnsson sem hér stendur sem formann nefndarinnar. Sjáum hvernig atkvæðin liggja með það. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það Brynhildur Jónsdóttir sem formaður í fræðslunefnd. Hvernig greiða menn atkvæðum það? Það er samþykkt samhljóða. Og í skipulags- og byggingarnefnd er gerð tillaga Braga Bjarnason sem formann. Og við sjá hvernig atkvæðin liggja með það. Það er samþykkt samhljóða. Og síðan í eigna- og veitunefnd Sveinn Ægir Birgisson, það gerð tillaga hann sem formann nefndarinnar. Vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Fyrst afsökunar á þessu, en við vorum búin að fara yfir þessa nefndir en áttum svo eftir hér umhverfisnefndina og þar er gerð tillaga aðalmenn. Já, ég var að fara yfir það hérna áðan þegar ég fékk þessa, en það er Bragi Bjarnason, Ester Óskarsdóttir, Björg Agnarsdóttir, Guðrún Rakel Svandísadóttir, Arna Ýr Gunnarsdóttir sem aðalmenn og varamenn Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Jóna S. Sigurbjörnsdóttir, Jóhann Jónsson, Kolbrún Júlía Erlendsdóttir og Jónas Hallgrímsson. Og áheyrnarfulltrúi Daniel Leo Ólason og varaáheyrnarfulltrúi Arnar Þór Skúlason. Gerði tillaga Braga Bjarnason sem formann í umhverfisnefnd. Þeir sem greiða þessu atkvæði vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. lið. Það er áfram kosning í embætti og nefndir fyrir kjörtímabilið 2022 til 2026. Það er kosning í nefndir, stjórnir eða til að sækja aðalfundi til 4 ára, samanber C-lið 47. greina samþykktar stjórn og fundasköp sveitarfélagsins Árborgar, númer 813 frá árinu 2018 með síðari breytingum. Við þurfum að kjósa aðalfund SAS, 13 fulltrúa og 13 til vara. Á aðalfund Sorpstöðvar Suðurlands, 1 fulltrúa og 1 til vara. Aðalfund Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 13 fulltrúar og 13 til vara. Fulltrúi í almannavarnanefnd Árnessýslu, 1 fulltrúi og 1 til vara.
fulltrúaráð Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands, 1 fulltrúi og 1 til vara. Fulltrúaráð héraðsnefndar Árnesinga, 11 fulltrúar og 11 til vara. Landsþing Sambands íslenska sveitarfélaga, 5 fulltrúar og 5 til vara. Samstarfsnefnd með starfsmannafélögum, 2 fulltrúar og 2 til vara. Aðalfundur Eignarhaldsfélag Suðurlands, 1 fulltrúi og 1 til vara samkvæmt gildandi samningi félagið. Aðalfundur Leigubústaða Árborgar EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalfundur Bergrisans byggðasamlags, 12 fulltrúar og 12 til vara. Aðalfundur Sandvíkurseturs EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalfundur Borgarþróunar EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalfundur Fasteignafélags Árborgar EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalfundur Fasteignafélags Árborgar SLF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalfundur Verktækni EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Öldungaráð, 3 fulltrúar og 1 til vara. Þar þarf að tilnefna formann. Samráðshópur málefni fatlaðs fólks, 3 fulltrúar og 3 til vara. Og hefst þá lesturinn, það tillögur þessa aðalmenn á aðalfund SAS, Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Bragi Bjarnason, Fjóla Kristinsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir, Helga Lind Pálsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Ellý Tómasdóttir, Arna Ýr Gunnarsdóttir, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, Álfheiður Eimarsdóttir og Dagbjört Harðardóttir. Varamenn: Ari Björn Thorstensen, Anna Linda Sigurðardóttir, Jóhann Jónsson, María Markovits, Björg Agnarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ólafur Ibsen Tómasson, Gísli Guðjónsson, Díana Lind Sigurjónsdóttir, Björgvin G. Sigursson, Ástfríður M. Sigurðardóttir, Axel Sigursson og Ástrós Rut Sigurðardóttir. Þessi tillaga aðalmenn og varamenn á aðalfund Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. Ég bið ykkur að gefa mér merki til samþykkis það við samþykki þessa fulltrúa. Það samþykkt samhljóða. Aðalfundur Sorpstöðvar Suðurlands, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður, þar tillaga Braga Bjarnason og varamaður Kjartan Björnsson. Þeir sem það samþykkja vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 13 fulltrúar og 13 til vara. Það gerð tillaga aðalmenn Braga Bjarnason, Fjólu S. Kristinsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildi Jónsdóttir, Helgu Lind Pálsdóttir, Þórhildi Dröfn Ingvadóttir, Arnar Frey Ólafsson, Ellý Tómasdóttir, Arni Ýr Gunnarsdóttir, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, Álfheiði Eimarsdóttir, Dagbjörtu Harðardóttir. Varamenn: Ari Björn Thorstensen, Anna Linda Sigurðardóttir, Jóhann Jónsson, María Markovits, Björg Agnarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ólafur Ibsen Tómasson, Gísli Guðjónsson, Díana Lind Sigurjónsdóttir, Björgvin G. Sigursson, Ástfríður M. Sigurðardóttir, Axel Sigursson og Ástrós Rut Sigurðardóttir. Þetta eru aðal og varamenn á aðalfund Heilbrigðiseftirlits Suðurlands. Þeir sem þetta fólk samþykja vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Fulltrúi í almannavarnanefnd Árnessýslu, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður Sveinn Ægir Birgisson gerð tillaga hérum og varamaður Bragi Bjarnason. Þeir sem þá samþykja vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það fulltrúar Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands, 1 fulltrúi og 1 til vara. Aðalmaður gerði tillaga Braga Bjarnason og varamaður Fjóla S. Kristinsdóttir. Þeir sem þau samþykja vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það fulltrúar héraðsnefndar Árnesinga, 11 fulltrúar og 11 til vara. Það gerð tillaga aðalmenn Bragi Bjarnason, Fjóla Kristinsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir, Helga Lind Pálsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Ellý Tómasdóttir, Arna Ýr Gunnarsdóttir, Sigurjón Vítalín Guðmundsson og Álfheiður Eimarsdóttir. Varamenn, þar gerð tillögu Þórhildi Dröfn Ingvadóttir, Ara Björn Thorstensen, Önnu Lindu Sigurðardóttir, Jóhann Jónsson,
Marju Markovits, Björg Agnarsdóttur, Gísla Guðjónsson, Díönu Lind Sigurjónsdóttur, Björgvin G. Sigursson, Ástfríði M. Sigurðardóttur og Axel Sigursson. Þetta er tillaga aðal- og varamenn sem fulltrúa í héraðsnefnd Árnesinga. Þeir sem þessi nöfn samþykja og þetta fólk samþykir vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það Landsþing Sambands Íslenskra sveitarfélaga. 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn gerði tillaga Braga Bjarnason, Fjólu Kristinsdóttur, Kjartan Björnsson, Arnar Frey Ólafsson og Örnu Ýr Gunnarsdóttur. Varamenn Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir, Helga Lind Pálsdóttir, Ellý Tómasdóttir og Sigurjón Vítalín Guðmundsson. Ég ætla að gera hann alltaf að Guðmundsdóttur. Og þetta er á Landsþing Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Þetta voru aðal- og varamenn, þeir sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að samstarfsnefnd með starfsmannafélögum, 2 fulltrúar og 2 til vara. Lagt er til að Helga Lind Pálsdóttir og Arna Ýr Gunnarsdóttir verði aðalmenn og varamenn þeirra verði Sveinn Ægir Birgisson og Arnar Freyr Ólafsson. Þeir sem þetta fólk samþykja vinsæla skífumerki. 9. liðurinn hér, aðalfundur Eignarhaldsfélag Suðurlands, 1 fulltrú og 1 til vara, samkvæmt gildandi samningi félagið. Þar er lagt til að aðalmaður verði Bragi Bjarnason og varamaður Kjartan Björnsson. Þeir sem þá samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðalfundur leigubústaða Árborgar, 1 fulltrú og 1 til vara. Lagt er til að Bragi Bjarnason verði aðalmaður og Brynhildur Jónsdóttir varamaður. Þeir sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Aðalfundur leigubústaða Árborgar, sjálfseignarstofnunar, 1 fulltrú og 1 til vara. Aðalmaður Bragi Bjarnason tillaga hérum og Brynhildur Jónsdóttir varamaður. Þeir sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Aðalfundur Bergrísans byggðasamlags, 12 fulltrúar og 12 til vara. Aðalmenn tillögur Braga Bjarnason, Fjólu Kristinsdóttur, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildi Jónsdóttur, Helgu Lind Pálsdóttur, Þórhildi Dröfn Ingvadóttur, Arnar Frey Ólafsson, Ellý Tómasdóttur, Örnu Ýr Gunnarsdóttur, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, Álfheiði Einarsdóttur og varamenn Ari Björn Tórarinsen, Anna Linda Sigurðardóttir, Jóhann Jónsson, Marja Markovits, Björg Agnarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ólafur Íbsen Tómasson, Gísli Guðjónsson, Díana Lind Sigurjónsdóttir, Björgvin G. Sigursson, Ástfríður M. Sigurðardóttir og Axel Sigursson. Þeir sem samþykja þetta fólk sem aðal- og varamenn á aðalfund Bergrísans vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðalfundur Sandvík og Setus EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Tillaga er hér Brynhildi Jónsdóttur sem aðalmann og varamaður Bragi Bjarnason. Þeir sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Aðalfundur Borgarþróunar EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Þar er gerð tillaga aðalmann Kjartan Björnsson og varamann Brynhildi Jónsdóttur. Þau sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðalfundur Fasteignafélags Árborgar EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Gerð tillaga Braga Bjarnason sem aðalmann og varamaður yrði Sveinn Ægir Birgisson. Þeir sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðalfundur Fasteignafélags Árborgar SLF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Gerð tillaga Braga Bjarnason aðalmann og Sveinn Ægir Birgisson varamann. Þeir sem þá samþykja vinsæla skífumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðalfundur Verktækni EHF, 1 fulltrúi og 1 til vara. Það er gerð tillaga aðalmann Brynhildi Jónsdóttur og varamann Kjartan Björnsson. Þeir sem þau samþykja vinsæla skífumerki. Þá er nú komið að aðalráðinu, öldungaráð, 3 fulltrúar og 1 til vara og það þarf að tilnefna þar formann. Gerði tillaga Braga Bjarnason sem formann öldungaráðs,
Þórildur Dröfn Ingvadóttir og Ellý Tómasdóttir honum til handa sem aðalmenn og varamenn Kjartan Björnsson, Brynhildur Jónsdóttir og Díana Lind Sigurjónsdóttir. Þeir sem þessa einstaklinga samþykja í öldungaráð vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að samráðshópi málefni fatlaðs fólks, 3 fulltrúar og 3 til vara. Aðalmenn Sveinn Ægir Birgisson, Helga Lind Pálsdóttir og Ragnheiður Pálsdóttir. Varamenn Bragi Bjarnason, Brynhildur Jónsdóttir og Ástrós Rut Sigurðardóttir. Þeir sem þau samþykja í samráðshóp málefni fatlaðra vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og áfram höldum við með kosningu í embætt og nefndir fyrir árin 2022 til 2026. Almannavarnaráð Árborgar, 3 fulltrúar og 3 til vara. Já, sko þess ber að geta að ég er best að hafa það bara beint upp á það ekki í samþykktum sveitarfélagsins að almannavarnaráð, en almannavarnaráð var komið allnokkuð af stað núna á síðustu mánuðum nýliðins kjörtímabils og ef að bæjarfulltrúar hafa ekki á móti því að við skipum í almannavarnaráðið og höldum þar með áfram þeirri dýrmætu vinnu sem búið er að vinna og bíðum þess að samþykktirnar líti dagsins ljós eða hvort að menn vilji fresta því við bara vita hvort að bæjarfulltrúar geri athugasemd við það. Þá höldum við bara áfram með almannavarnaráðið eins og það er lagt hér til og það eru 3 fulltrúar og 3 til vara. Aðalmenn Kjartan Björnsson, Viðar Arason og Sólveig Þorvaldsdóttir. Varamenn Sveinn Ægir Birgisson, Ari Björn Thorstensen og Arnar Páll Gíslason. Þeir sem þau samþykja í væntanlegt almannavarnaráð Árborgar vinsamlegast gefið merki. Það var samþykkt samhljóða. Þá er komið að 8. lið. Umboð fyrir skipulagsfulltrúa til áritunar í Já. Ok, hérna. Hérna já, SAS. Dagbjört Harðardóttir, veistu hvað það er nafn? Gísli Guðjónsson. Já. Ok, þá er það Gísli Guðjónsson sem bætist við sem aðalmaður á aðalfund SAS og ef að já Ástrós er hún nei, hún er ekki verið Díanu, er það Díana Lind var það ekki? Sigurjóns á heilbrigðiseftirlit þá líka. Við. Já, býtum við, það var í heilbrigðiseftirliti var, já, það er þessi Dagbjört líka, en hver færi þá inn? Gísli. Ok. Gísli og Díana. Já, þá eru sem sagt á að spóla hér aftur tilbaka. Það eru sem sagt á... Þau eru bæði. Hvað? Það eru 13 inn. Þau eru fyrir svo. Þau eru bara. Býtum. Gísli kemur inn fyrir Dagbjörtu. Já, hann fyrir upp. Já, ég skil. Já. Og Ástrós fer út þá sem varamaður hérna bæði á SAS og á hann fyrir breytmenn var. Já, það er Díana Lind sko. Díana Lind er líka var. Já, hún er hérna sem varamaður, ok. Já, það vantar hérna að því að Díana Lind er inni sem varamaður og Gísli Guðjónsson var sem varamaður. Matthías Bjarnason fyrir Gísla sem varamaður. Matthías Bjarnason og Díana Lind er inni
og þá sýnist mér að vanta einn frá ykkur. Já, já sko að því að Gísli og Díana Lind færast upp. Já, Gísli færist upp. Heyrðu, en ég legg til að við gerum hérna örstutt fundarhlé þannig að þetta sé bara alveg á hreinu, við séum ekki að vilja þetta og þreyta þá sem er að fylgjast með fundi.
þá voru hérna aðeins mannabreitingar bæði á þing Sambandssamlíska sveitafélag og heilbrigðiseftirlitið og ég ætla að lesa þetta nöfn hér upp aftur og það er sem sagt aðalmenn Bragi Bjarnason, Fjóla Kristinsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir, Helga Lind Pálsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Ellý Tómasdóttir, Arna Ír Gunnarsdóttir, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, Álfheiður Eimarsdóttir og Gísli Guðjónsson. Þetta eru aðalmenn og varamenn eru Ari Björn Thorstensen, Anna Linda Sigurðardóttir, Jóhann Jónsson, María Markovits, Björg Agnarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ólafur Íbsen Tómasson og Díana Lind Sigurðardóttir, Björgvin G. Sigursson, Ástfríður M. Sigurðardóttir og Axel Sigursson og Mattías Bjarnason. Nei, þetta er í sko heilbrigðiseftirlitið. Já, Guðrún Rakel Svandísadóttir. Já, það vantaði hann inn hérna í fyrri upptalninguna. Já, ok. En ég tel mér nú verða að þylja þetta upp í hvort tvekja, en allt það. Og svo það aðalfundur SAS, aðalmenn Bragi Bjarnason, Fjóla Kristinsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir, Helga Lind Pálsdóttir, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Arnar Freyr Ólafsson, Ellý Tómasdóttir, Arna Ír Gunnarsdóttir, Sigurjón Vítalín Guðmundsdóttir, Álfheiður Eimarsdóttir og Gísli Guðjónsson. Þetta eru aðalmenn og varamenn Ari Björn Thorstensen, Anna Linda Sigurðardóttir, Jóhann Jónsson, María Markovits, Björg Agnarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Ólafur Íbsen Tómasson, Díana Lind Sigurjónsdóttir, Björgvin G. Sigursson, Ástfríður M. Sigurðardóttir, Axel Sigursson og Guðrún Rakel Svandísadóttir og Mattías Bjarnason. Þetta eru þau, þetta er eins í báða nefndir, þetta er mikið hérna pár og flækja en nú held ég að þetta sé bara komið rétt og ég ætla að biðja ykkur þá að staðfesta að þið styðjið þetta fólk til setu í heilbrigðiseftirlitinu og þingi SAS, Samtaka Sunnlenska-sveitarfélaga. Það er samþykkt samhljóða. Þá á þetta að vera komið rétt hjá okkur hér í þessar nefndir og ég finnst nú forláts að vera með drykk hér í ræðustól en það verður að vökva á sér raddböndin við alla þessa upptalningu. Við vorum að ljúka hér áðan við að velja fólk, aðal og varamenn það var nú akkurat það, já það var hérna Almannavarnaráð Árborgar og þá erum við komin að 8. lið, umboð til skipulagsfulltrúa. Umboð fyrir skipulagsfulltrúa til áritunar og lóðasamningum. Lagt er til að bæjarstjórn veiti skipulagsfulltrúa umboð til undirritunar lóðalegu samninga. Er einhver sem vil tjá sig þetta? Álfheiður Eimarsdóttir á lista. Já, takk fyrir forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, gestir, áhorfendur, tilheyrendur, íbúar, gleðilega hátíð. Mér langaði til þess að taka til máls undir þessum lið vegna þess að þarna er gert ráð fyrir nafni frekar heldur en stöðuheiti eða hlutverki. Þannig að ég veit að það er ráðningar svona, hvað ég að segja, biðtími núna í hlutverkið. En mér finnst óæðilegt að sé nefnt nafn viðkomandi, þannig að ég hefði viljað sjá þarna hlutverk eða embætti í stað nafns. Ég veit að það eru held ég 6 skipulagsfulltrúar og svo það er ekki skipulagsstjóri, heldur einhver deildarstjóri yfir deildinni. Þannig að mér finnst þetta áferðar fallegra í samþykktunum að hafa þetta þannig. Takk. Þakka fyrir Álfheiður, Helga María Pálsdóttir, ritari, ætlar að útskýra.
Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Já, það var farið í þetta núna fyrir vetur að veita skipulagsfulltrúa umboð til að undirrita lóðaleigusamninga til þess að einfalda verkferla og svona til öryggis þá höfum við nú haft nafn og kennitölu því það reynist oft erfitt að koma málum í gegnum þinglýsingu en við getum alveg skoðað hvort að við getum svo ekki í framhaldinu sett þetta bara sem í rauninni þá bara inn í samþykktirnar. Nú er þetta í rauninni bara umboð sem að bæjarstjórn gefur út og þá væri þá frekar að fela skipulagsfulltrúa þetta með því að breyta samþykktum sveitarfélagsins. Svona þetta svarar spurningunni. Já, þakka þér fyrir Helga María. Það eru fleiri sem vilja hjá sig. Og ef svo er ekki að þá göngum við til atkvæða þetta að sveitarfélagið veiti hér með skipulagsfulltrúa Rúnari Guðmundsssyni kennitala þetta fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélags Árborgar að undirrita lóðaleigusamninga fyrir lóðir í eigu sveitarfélagsins svo og öll önnur nauðsynleg skjöl svo sem lóðablöð er fylgja lóðaleigusamningum. Þá ber ég þetta undir atkvæði þess sem þetta samþykkja vinsælast gefur merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með, já nú er það 10 greiddum atkvæðum og 1 situr hjá. Álfheiður Einarsdóttir situr hjá. Þú maður að venja sig við nýja tölu, það er ekki lengur 9 heldur 11 og þá er það 11. mál á dagskrá fundarins. Nei. Já, ég var að hugsa 11 bæjarfulltrúa. Þetta tekur mig smá tíma þá líka að ná þessu öll inn. En það er sem sagt breytingar á samþykktum stjórn og fundarskaup sveitarfélagsins. Það er fyrir umræða. Og það fylgir hér með í fundargögnum vil ég að ég lesi upp þessar breytingar. Nú ger ég það. Þá bara lesi ég þetta upp hér. Tillaga breytingu á samþykktum stjórn og fundarskaup bæjarstjórnar sveitarfélagsins Árborgar. Samþykkt breytingu á samþykkt stjórn og fundarskaup sveitarfélagsins Árborgar nr. 813 frá 2018 með síðari breytingum. 1. grein. Í 1. málsgrein 28. greinar samþykktarinnar verði kveðið á að reglulegi fundir bæjarráðs sveitarfélagsins Árborgar verði klukkan 8:10 einu sinni í viku. Eftir breytingu hljóðar greinin svo. Bæjarráð skal að jafnaði halda fund einu sinni í viku á 50 klukkan 8:10. Það er sem sagt getið til daginn hér. Önnur grein. Í B-lið 47. greinar samþykktarinnar verði felldu niður töluliður 7 kjaranefnd og eftir breytingu hljóðar B-liður 47. greinar þannig. Til 4 ára á fyrsti öðrum fundi að loknum bæjarstjórnarkosningum skuli eftirtaldar fastanefndir kosnar. 1. Félagsmálanefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara, samkvæmt gildandi lögum og erindisbréfi fyrir nefndina. 2. Frístunda- og menningarnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara, samkvæmt gildandi lögum og erindisbréfi fyrir nefndina. 3. Fræðslunefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara, samkvæmt gildandi lögum og erindisbréfi fyrir nefndina. 4. Skipulags- og byggingarnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara, samkvæmt gildandi lögum og erindisbréfi fyrir nefndina. 5. Eigna- og veitunefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara, samkvæmt erindisbréfi fyrir nefndina. 6. Umhverfisnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara, samkvæmt erindisbréfi fyrir nefndina. Og svo er það hér í 3. greininni, einum staflið verður bætt við ákvæði 52. greinar reglnanna þar sem sviðsstjórar mannvirkja og umhverfisins verður veitt heimild til að gefa út afnotaleyfi vegna landsvæða sveitarfélagsins. Eftir breytingu hljóðar 52. grein þannig. Framsal bæjarstjórnar og nefnda til starfsmanna til fullnaðarafgreiðslu mála. Bæjarstjórn er heimilt að fela embættismönnum fullnaðarafgreiðslu mála á sama hátt og með sömu skilyrðum og nefnd eru í 37. grein samþykktar þessarar. Bæjarstjórn skal setja skýrar reglur í samþykkt stjórn og fundarsköp eða í sérstakan viðauka með samþykkt fullnaðarafgreiðslu embættismanna en viðkomandi fagnefndir hafa eftirlit með þeim og kalla reglu eftir skýringum og upplýsingum ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli þeirra. Embættismanni er alltaf heimilt að vísa ákvörðun samkvæmt 1. málsgrein til viðkomandi fagnefndar til fullnaðarafgreiðslu.
Bæjarstjórn felur eftirtöldum embættismönnum fullnaðar afgreiðslu mála. A. Sviðsstjórum fjármála og fjölskyldusviðs í sameiningu að afgreiða umsóknir og lækkun eða niðurfellingu álags útsvars samkvæmt 25. grein laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. B. Sviðsstjóram fjármálasviðs að afgreiða umsóknir styrki til greiðslu fasteignaskatts á húsnæði sem ekki nýtt í ágóðaskyni, svo sem vegna menningar, íþrótta, æskulís og tómstundastarfsemi eða vinnu að mannúðarstörfum samkvæmt reglum sveitarfélagsins þar dagsett 9. desember 2009. Og C. Sviðsstjóra mannvirkja og umhverfissviðs að afgreiða umsóknir afnotaleyfi, það umsóknir afnot af landi sveitarfélagsins fyrir viðburði önnur afnot eða rofs á yfirborði, það leyfi til graftar utan lóða. Beiðni endurupptöku máls skal beint til þess sem ákvörðunina tók og fer endurupptöku samkvæmt 24. grein stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1993. Svo það hér 4. greinin. Við D-lið 47. samþykktarinnar breytist þannig að við bætist 1 töluliður, 3. töluliður þar sem kveðið á að sett verði á fót almannavarnaráð Árborgar. D-liður 47. grein hljóð eftir breytinguna þannig. E. Aðra stjórnir ráð og nefndir. 1. Hverfisráð sveitarfélagsins Árborgar skulu vera 4 talsins og starfa á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri og í fyrrum Sandvíkurhreppi. Hvert hverfisráð skal skipað 5 fulltrúum og 2 varamönnum kosnum af bæjarstjórn samkvæmt samþykktu ráðsins. Fulltrúar í hverfisráð eru kosnir til 2 ára í senn. 2. Ungmennaráð Árborgar. Ungmennaráð skal skipa 9 fulltrúum og 4 til vara. Bæjarstjórn skipar ungmennaráð formlega eins og nánari kveðið á í erindisbréfi ungmennaráðs. Kjörtímabil ráðsins frá upphafi árs til áramóta ár hvert. Hluti fulltrúa skal sitja í ráðinu 1 kjörtímabil en hinn helmingurinn í 2 kjörtímabil. Og 3. Almannavarnaráð Árborgar. Almannavarnaráð Árborgar skal skipa 3 fulltrúum og 3 til vara samkvæmt erindisbréfi fyrir ráðið. Samþykkt þessi sem bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. og 18. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 árið 2011 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og þetta 5. greinin. Þá opna ég fyrir umræður breytingar og samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2022-26. Álfheiður Einarsdóttir álista, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti, tilheyrendur, gestir. Mér láðist nú aðan bara hreinlega að segja gleðilega hátíð og bjóða nýja fulltrúa velkomna til starfa og þakka fráfarandi fulltrúum fyrir þeirra störf í þágu íbúa sveitarfélagsins. Það mér langaði líka til þess að þakka nýjum meirihluta fyrir að taka við ábendingum í sambandi við áheyrnarfulltrúa í nefndum í ljósi úrslita kosningana. Mér langaði að þakka sérstaklega samstarfsmönnum mínum hér í starfandi minnihluta og mér leiðist að tala meira á minnihluta, við erum bara öll við saman borðið að gefa afslátt á sínum rétti til að koma okkur að borðinu og við þakkum það. Ég vildi líka að sjálfsögðu þakka þeim íbúum sem tóku þátt í kosningunum, gáfu þessu tíma og fóru á kjörstað, hvað svo sem þeir kusu. Það bara mikilvægt fyrir lýðræðið. Varðandi þessu samþykktir, þá geti ég fagna því að við leggjum niður kjaranefnd. Ég held að hún hafi bara verið alveg óþörf og mun snyrtilegra að taka fyrir launakjör á bæjarstjórnarfundum án þess að það sé falið einhverja ákveðinni nefnd sem kemur saman. Þannig að ég fagna því. Það var ein athugasemd sem ég samt með og það varðandi framsal á fullnaðar afgreiðslu mála til embættismanna. Mér finnst breyting A mjög góð. Það eru 2 sviðsstjórar sem eru svona látnir vinna saman. Þannig að það er svona sameiginleg ákvörðun 2 sviðsstjóra.
mjög gott. Í lið B, þar reyndar bara einn sviðstjóri sem að taka ákvarðanir en hann með reglur sér til hliðsjónar sem að verður að fara eftir, þannig að það mjög gott. Varðandi lið C, nú hef ég setið í eigna- og veitunefnd síðustu 4 ár. Ég hef verið embættismaður stórs sveitarfélags margar ára skeið líka. Nei, ég hef verið beggja vegna borðsins og þarna einum sviðstjóra falið vald sem getur verið mjög pólitískt. Ekki fyrir viðburði eða einhverja stalla og almenn afnot tímabundin á lóðum. En það sem ég geri athugasemd það að einn sviðstjóri fái þarna leyfi rof á yfirborði og graftar utan lóða sem getur bara orðið hápólitískt og mér finnst að við þessi pólitíski fulltrúar með eigna- og veitunefnd honum sem á að vera honum innan handar sem sviðstjóra við höfum bara að bera ábyrgð á þessum ákvörðum. Við höfum ekki, vegna þess að ég hef alveg séð það gerast að ef eitthvað fyrir úrskeiðis, það vitlaus ákvörðun tekin að það embættismanni kennt um. Þannig að ég myndi vilja bara þessa pínulitlu breytingu þarna, að þetta umborið yrði aðeins takmarkaðra. Ellegar önnur lausn á þessu sú að sviðstjórinn myndi koma með þessar ákvarðanir mánaðarlega inn á fund nefndarinnar og það þá bætt við. Annað hef ég ekki þessar breytingar að segja. Það er bara mjög gott, mjög ánægð með það. Takk. Já, þakka fyrir Álfheiður. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem áhuga að tjá sig þetta málefni? Þá fáum við Helgu Maríu Pálsdóttur til aðeins að verðst að útskýra. Ég bara ekki lögfróður maður þannig að ég fel henni að útskýra þetta betur. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Já, kannski byrja á því að nefna að A og B-liður eru ekki ný. Þetta rauninni bara greinin eins og hún hljómar eftir breytingu, þannig að það ekki nýtilkomið þeir tölulegir. C-liðurinn var einfaldlega að samaskapi og umboð skipulagsfulltrúa hugsaði til þess að einfalda og flýta fyrir svona málum sem eru í rauninni, það verið að hugsa þessi litlu mál sem að oft það hringt og það þarf að fá leyfi fyrir daginn eftir og svo framvegis. En það þetta undir sveitarstjórn komið eða bæjarstjórn komið að ákveða hversu víðtækt þetta á að vera og hvort þetta of víðtækt orðalag. Já. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessar tillögur? Álfheiður fór yfir það mína hlið á því máli og ef það eru ekki fleiri sem að vilja tjá sig þá ber ég þessar breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp Sveitarfélags Árborgar sem ég hafði lesið upp hér að framan fyrir kjörtímabilið 2022-2026 og ég tekka fram þetta fyrir umræða. Við þurfum síðan að þetta öðlast ekki gildi fyrir en að seinni umræðan hefur farið fram og atkvæði verið það greitt. En þeir sem að samþykja þessar tillögur og þessar breytingar sem þarna eru, vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt með 6, 7, 8, já, læra 9 og 3 sitja hjá. Já, á móti. Já. Nei, það ekki á móti, þið sitja hjá. Fulltrúi A-lista og 2 fulltrúi á B-lista. Já, og því þetta verður svo afgreitt í seinni umræðu á næsta fundi sem ég vænt að fari fram 22. júní að óbreyttu. Nú, þá komið að 10. lið sem ráðning bæjarstjóra kjörtímabili 2022-2026. Tillaga já, hárrétt. Þetta gerðist bara svona í
hljóði. Fjóla Kristinsdóttir hefur vikið af fundi og inn hefur komið varabæjarfulltrúi Þórhildur Dröfn Ingadóttir D-lista en Fjóla hefur vikið eðlimársins samkvæmt af fundi. Og 10. liður, hann hljóðar svona: tillaga að Fjóla Steindóra Kristinsdóttir til heimilis að Starmóa 11.800 Selfossi verði ráðin bæjarstjóri sveitarfélagsins Árborgar til 31. maí árið 2024. Þetta er tillaga sem er hér á 10. máli fundarins og ég opna fyrir mælendaskrá. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Ég ætla að leggja til að þessu máli verið frestað til næsta fundar. Við erum ekki með einn einustu gögn, við erum ekki með ráðningarsamning, við vitum ekkert ráðningakjör nýs bæjarstjóra. Ég hef aldrei áður setið bæjarstjórnarfund eða setið bæjarstjórnarfund í upphafi nýs kjörtímabils í þessu sveitarfélagi þar sem hefur átt að ráða nýjan bæjarstjóra og við höfum ekki haft ráðningarsamning til að fjalla um. Það er ekki hægt að fjalla um ráðningu á bæjarstjóra með engan samning. Það hlýtur að vera öllum ljóst. Við vitum ekkert hvaða launakjör er hún að fá, hvernig eru biðlaunar ákvæði, við vitum ekkert. Það er ekki hægt að taka afstöðu til þessa máls. Við verðum að fresta þessu. Takk. Já, þakkaði fyrir Arna Ýr. Þá hefur kveðið sér orðs Björgvin G. Sigurðsson, S-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur og gestir á fundinum. Ánægjulegt að fá tækifæri til að taka átt í störfum bæjarstjórnar, mikill heiður að því, gaman að vera með ykkur hérna í dag. En ég tek eindregið undir orð Örnu Ýr Gunnarsdóttir að okkur er fullkomlega ómögulegt að taka afstöðu til ráðningar nýs bæjarstjóra. Jafn mikil prýðis manneskja og þar ræðir, þá höfum við ekkert í höndunum sem að styður eða færi rök fyrir því með hvaða hætti þetta á allt að vera, því að nú hefur það komið fram í fjölmiðlum eftir kosningar. Það plan var ekki kynnt, svo ég viti allavega fyrir kosningar að það ætti að skipta bæjarstjóraembættinu á miðju kjörtímabili og þetta hengi saman við verulegar breytingar á embætti formanns bæjarráðs sem kemur fram hér í öðrum lið síðar á fundinum og er í greinargerð þar og hefur komið fram að þar á að auka það starfshlutfall verulega í rauninni yfir 200% greiðslurnar. Þannig að þetta hangir allt saman og þetta þarf að ræða í samhengi og okkur er algjörlega ómögulegt að taka afstöðu til ráðninga nýs bæjarstjóra nema liggi fyrir ráðningasamningur sem að hefði þetta átt að fylgja með fundarboðinu, þannig að við getum öll tekið afstöðu til hans eins og Álfheiður nefndi hérna áðan að þetta viljum öll starfa hér sem ein öflug og samstæð heild en meiri hlutin leggur þetta upp með þessum hætti og það eru mikil vonbrigði. Það eru mikil vonbrigði að nýr meirihluti skuli kjósa að leggja máli fram með þessum hætti. Að ætla okkur hér sem höfum ekki setið við borðið í umræðum þetta mál og nýtt fyrirkomulag á hlutverkum bæjarstjóra, formannsbæjarráðs, heildarkostnaði við þessar breytingar. Það er sagt í greinargerð að þetta hafi í för með sér sparnað með einhverjum öðrum breytingum í kerfinu líka, en þetta er alltaf leikja miklu betur fyrir. Verklýsing á formanni bæjarráðs, ráðningarsamningu nýs bæjarstjóra og þess vegna tekið eindregið undir þá kröfu að þessu máli verið frestað, rætt á næsta bæjarstjórnarfundi þegar fyrir liggja gögn ráðninguna og ráðningarsamningurinn hafi fyllt fundarboðið þannig allir bæjarfulltrúar hafi getað kynnt sér það mál
af kostgefni áður en að gengið til atkvæðu máli, af því að það vakir ekkit annað fyrir neinum hér en að ráða öflugan og góðan bæjarstjóra á tilteknum forsendum sem að allir standa á bak við samúr hvaða flokk hann kemur. Já, þakka þér fyrir Björgvin og þá hefur Arnar Freyr Ólafsson bílista guðið sér ljós. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Ég held líka að einmitt tek undir orða að Björgvins að hæf manneskja, hún kann að vera, þá þurfum við líka, við sem að kannski höfum ekki algjöra innsýn inn í hver manneskjan er, hvað hún hefur gert, hvað hún hefur lært og svo framvegis. Við höfum enga innsýn inn í það og ég myndi vilja fá frekari formlega kynningu á því líka. Það er ekki nóg að það liggi bara í loftinu hver manneskjan er, hvað hún hefur gert, hvað hún hefur lært og svo framvegis. Og ég kalla eindrið eftir því að þessu sé frestað. Og ég kalla jafnframt eftir því að ef að á að ákveða þetta með 2 bæjarstjóra á næstu 4 árum, að við fáum þá líka kynningu á því hver komandi bæjarstjóri verður eftir 2 ár. Þannig að fyrir liggi alvöru pakki fólki sem er að fara að taka við þessu. Það er ekki hægt að leggja þetta fram á þennan hátt og ég held að ef við eigum að taka stjórnsýsluna alvarlega og skjala þetta af einhverju viti fyrir bæjarstjórn, að þá kalla ég bara eftir alvöru upplýsingum, ekki bara hver ákvörðun hefur verið. Þannig að ég ítreka það og tek undir orð Örnu og Björgvins að fresta þessu þar til þetta hefur verið unnið að fullu. Já, þakka þér fyrir Arnar. Eins og segir náttúrulega í samþykkt stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar, þá stendur þar í 48. grein ráðning bæjarstjóra. Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra til þess að annast framkvæmd ákvarðana bæjarstjórnar og verkefni sveitarfélagsins. Bæjarstjórn skal gera skriflegan ráðningarsamning við bæjarstjóra þar sem starfskjör hans eru ákveðin. Ráðningartími bæjarstjóra skal að jafnaði vera svo sami og kjörtímabil sveitarstjórnar. Ráðningarsamningur skal staðfestur af bæjarráði. Og eins og ég skil þetta hér, þá er þetta tilkynning þann bæjarstjóra sem verður ráðinn. Það er Fjóla Kristinsdóttir af hálfu meirihlutans, en að sjálfsögðu verður þetta mál kynnt í smáum atriðum í bæjarráði og síðan kemur það fyrir bæjarstjórn. Þannig að þetta er aðeins tilkynning væntanlegan bæjarstjórn, opinber tilkynning. En svo náttúrulega verður þetta tekið fyrir í bæjarráði og þar eru farið yfir starfskjör og aðra lýsingar og annað slíkt og verður síðan rætt þær í framtíðinni. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti. Ég lít ekki á þetta sem tilkynningu hver er væntanlegur bæjarstjóri. Þetta er tillaga, það stendur tillaga í fundarboðinu ráðningu bæjarstjóra, stendur. Og það er það sem þar stendur. Þetta er ekki tilkynning, þetta er tillaga ráðningu. Og þess vegna erum við að leggja til að þessu máli verið frestað og það er eðlilegt að svona stórt mál sé tekið fyrir í fullskipaðri og afgreitt í fullskipaðri bæjarstjórn. Það er bara eðlileg krafa að svona stór mál séu tekin fyrir og afgreitt í fullskipaðri bæjarstjórn. Þannig að ég legg til að þessu máli verið frestað þangað að við höfum gögn málsins. Það hefur alltaf verið lagður fram ráðningarsamningur bæjarstjóra og starfskjör, þetta er opinber gögn og þess vegna legg ég til aftur að þessu máli verði frestað þar til við höfum samning við bæjarstjóra. Takk. Takk fyrir Arna Ýr. Nú,
Ráðningarsamningur skal staðfestur af bæjarráði, það stendur samkvæmt 48. grein samþykkta sveitarfélagsins. En Björgvin G. Sigurðsson, S-lista, gjör svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Augljóslega einhver misskilningur á ferðinni ef að forseti heldur því fram að sé að ræða einhverja tilkynningu þegar stendur í fundarboðinu að við séum að fara að taka afstöðu tillögu ráðningu á nýjum bæjarstjóra. Vel má vera og örugglega er það svoleiðis að við lúkningu á ráðningunni er það gert í bæjarráð. En það er einfaldlega andlýðræðislegt að ætla sér af nýjum meirihluta að ganga svona fram í málinu. Það er eðlilegt gagnvart almannahagsmunum bæjarbúa allra að ráðningasamningurinn sé kynntur í bæjarstjórn, sendur út með fundargögnum og okkur sem að við viljum öll hér geta tekið málefnalega afstöðu til ráðning á nýjum bæjarstjóra. Það er engum vafa undir orpið að það er á ferðinni mikil öndvegis manneskja. Það hefur ekkert með það að gera. En þessir lýðræðislegu og stjórnsýslulegu þættir verða að vera í lagi. Og það er ekki í lagi að gera þetta með þessum hætti. Það einfaldlega er algjörlega óboðlegt. Það fer gegn öllum megin reglum í lýðræðislegum stofnunum eins og þessari hér sem fer með þessi mál og ber ábyrgð á þessu og við öll viljum geta tekið upplýsta afstöðu til ráðningu og nýjum bæjarstjóra. Að því hann og hún og þau sem að því hlutverki munu gegna eru auðvitað bæjarstjórarnir okkar allra. Og það verður að skoða þetta og það er ekki sanngjarnt að taka þetta úr samhengi við þær breytingar sem að nýr meirihluti Sjálfstæðisflokksins kynnti eftir kosningar tilhögun mála. Að þetta skipta þessi tvennt og færa formennsku í bæjarráði upp í nokkur skonar ígildi annars bæjarstjóra. Og svo er sjálfsagt að ræða heildarkostnaðinn. Hvernig verður þegar bæjarstjóraskiptin fara fram á miðju kjörtímabili? Verður þá bæjarstjóri nummer 1 áfram á launum með einhver tíma eftir að bæjarstjóri 2 tekur við og svo framvegis. Þetta eru mikla breytingar, þetta eru róttækar breytingar og það er kalla á lýðræðislega umræðu og málefnalega þetta mál. Allt saman alveg frá A til Ö. Þakka fyrir Björgvin, Álfheiður Einarsdóttir, álista, gjör svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Ég tek undir með kollegum mínum frestun málsins einfaldlega í ljósi þess að það vantar gögn, það vantar ráðningarsamning og ég get ekki séð að þetta sé kynning, heldur er þetta tillaga ráðningu. Þannig að ég get ekki tekið upplýsta afstöðu til ráðningar þegar ráðningarsamningur liggur ekki fyrir. Takk. Þakka fyrir, Álfheiður. Nú, það má fara þetta svona ýmsum orðum, en það liggur auðvitað alveg fyrir eins og hér er sagt að ráðningarsamningurinn verður staðfestur í bæjarráði og síðan kemur hann til umræðu í bæjarstjórn þar á eftir. Ég skoðaði hjá öðrum sveitarfélögum þetta er allavega á nokkru stöðum gert svona, það kemur fyrst tillaga og síðan er það afgreitt í bæjarráði. En til dæmis að þá var okkar fráfarandi bæjarstjóri Gísli Halldór, hann var eingöngu ráðinn til fullrar afgreiðslu í gegnum bæjarráð og samkvæmt þeim upplýsingu sem ég hef. En allt það. Það er búið að koma hér fram tillaga, eru fleiri sem vilja tjá sig málið. Það er búið að koma tillaga hér frestun á þessari tillögu, / kynningu og þá ætlum ég að biðja þá sem eru þessari frestun sammála, vinsamlegast greiða atkvæði að gefa merki. Það eru 5, þeir sem eru á móti. Það er fellt með 6 atkvæðum gegn 5 og
þá er tillagan sem sagt svona. Tillagar að Fjóla Steindóra Kristinsdóttir til heimilis að Starmó og 11.800 Selfossi verði ráðin bæjarstjóri sveitarfélagsins Árborgar til 31. maí 2024 og hennar ráðningarsamningur skal síðan borinn fyrir bæjarráð Árborgar og þar til staðfestingar og kemur síðan til umræðu á næsta bæjarstjórnarfund á eftir. Þeir sem eru því sammála, vinsamlega skifið merki. Þeir sem eru á móti, það eru 6 atkvæði D-lista með og 5 sem sitja hjá, 2 frá S-lista, 1 frá A-lista og 2 frá B-lista. Forseti verður við því, það er gert
haldið og það er Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista sem að væntanlega ætlar að lesa hér upp bókun. Svell. Forseti, ég óska eftir að gera grein fyrir hjásetu okkar í minnihlutanum og lesa bókun Sara lútandi. Undirritaðir bæjarfulltrúar geta ekki tekið afstöðu til ráðninga bæjarstjóra þegar ekki liggur fyrir samningur starfskjör, kostnaður við embættið og biðlaun við áformuð embættismannaskipti árið 2024. Það er sérlega mikilvægt að fullskipuð bæjarstjórn fjalli um máli fyrir opnum tjöldum, sérstaklega með tilliti til þeirra breytingar sem boðaðar hafa verið og því þurfa öll gögn að liggja fyrir við þá umræðu. Og undir þetta skrifa Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Þakka þér fyrir, Arna. Þá hefur þessi bókum verið og þið komið henni til fundarritara og þá kemur Fjóla Kristinsdóttir bæjarfulltrúi aftur inn í salinn. Já, ok. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista, við skulum hingrum aðeins með þessar breytingar hér. Augnablik hérna, það er gera grein fyrir atkvæði eða bara... Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur, eins og mér skilst að þá hefur það verið þannig að kynnt að það verið 2 bæjarstjórar sem að sitja í núna, það er annars vegar Fjóla og svo hins vegar Bragi. Og Bragi hefur setið hér í rauninni allan tíman á með að vera að taka tillögu það að hann veri ráðinn eftir 2 ár. Þannig að ég svona bendi á það að það kann að vera að það sé heppilegra að hann víki einnig að fundi vegna þess að þó svo við séum að ræða hér ráðningu Fjólu að þá erum við einnig að tala að eftir 2 ára þá verði Bragi ráðinn. Þannig að ég kannski beini því áfram bara til meirihlutans að taka það til skoðunar hvort að það sé heppilegt að Bragi sitji hér á meðan vera að fjalla þessa ráðningu vegna þess að hún kemur honum beint við. Já, þakka þér fyrir, Arnar. Við þurfum öll auðvitað í rólegheitum að læra gangverki hérna. Þetta er þannig að það er búið að afgreiða málið og málinu fylgt eftir með bókun sem að einn aðili tekur að sér að flytja og það er ekki, mér finnst eðlilegt núna í byrjun á meðan allir að átta sig á málunum að þá er það þannig að það er búið að afgreiða málið og það er aðeins opnað fyrir að flytja bókunina. Það er ekki opnað fyrir almennar umræður aftur. Það er búið að afgreiða málið, þannig virkar þetta hjá okkur. Þannig að það er búið að afgreiða málið en ég ætla nú ekki að gera upp á millilista. Álfheiður hefur beðið hér örstuttum orð og ég ætla að gera þá undanþágu hér núna að gefa henni tækifæri á því Álfheiður fyrir álistan. En hér eftir þá er það þannig. Kjörsvöld. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar, íbúar. Ég er að gera grein fyrir atkvæði mínu og ég held ég við dottið aðeins út á meðan að atkvæðagreiðslu stóð og ég satt hjá en ég ætla að greiða atkvæði gegn tillögunni út af innihaldi bókarinnar á þeim forsendum að ég er ekki með gögn í höndunum til þess að taka ákvörðun og greiði því atkvæði gegn. Ég ætla ekki að sitja hjá. Takk. Já, góðir bæjarfulltrúar, ég þarf að gera hér örstutt fundarhlé, það þarf að athuga lögmæti
slíkra breytinga og ég er með hér lögfróða einstaklinga til þess að aðstoða mig við það og því geri ég örstutt fundarhlé. Fundi og það er niðurstaða hér lögfróðari aðila en mér að atkvæðagreiðslan fyrir stendur og segir svo hér í K-lið: Atkvæðagreiðsla á bæjarstjórnarfundi fer að jafnaði fram með handauppréttingu, bæjarfulltrúi greiðir atkvæði úr sæti sínu. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja mál að rétta upp hönd sína. Að því búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæðagreiðslunnar. Það stendur ekkert meir um það þarna. Þannig að ég þarf að láta það gilda. Nú, þá kemur Fjóla Kristinsdóttir délista aftur inn í salinn og Þórhildur Dröfn Ingvadóttir tekur sæti Braga Bjarnasonar sem að víkur sæti. Þá er það 11. liður á dagskrá fundarins, skipulagsbreyting á fjölskyldusviði, frístunda og menningardeild. Lagt er til að í framhaldi af færslu málaflokka af frístunda og menningardeild að stöðu deildarstjóra frístunda og menningardeilda verði lögð niður frá og með 1. júní 2022. Leið verði nafni deildarinnar breytt úr frístund og menningardeild í frístundaþjónustu. Hér er greinargerð með því. Í vor eru þær breytingar á frístunda og menningardeild að málaflokkum menningar, atvinnu og ferðaþjónustu ásamt hluta af markaðsmálum fóru yfir á nýja deild undir stjórnsýslusviði. Við þessa breytingu hefur verkefnastaða deildarinnar breyst verulega og forsendur fyrir endurskoðun og fjölda stöðugilda. Við þær breytingar að núverandi deildarstjóri fer í ný verkefni hjá sveitarfélaginu er lagt upp með að 50% staða deildarstjóra frístund og menningardeildar verði lögð niður. Deildarstjóri frístunda og forvarna munum leið taka við forsvari deildarinnar sem fengi í samræmi við önnur deildarheiti og fjölskyldusviði nafnið frístundaþjónusta. Á deildinni starfa eftir breytingar deildarstjóri frístundaþjónustu og lýðheilsu og forvarnarfulltrúi. Kostnaðarleg hagræðing við þessa breytingu er á ársgrundvelli 7 milljónir króna. Ég opna fyrir umræður 11. mál hér á dagskrá, skipulagsbreytingar, Álfheiður Einarsdóttir á lista. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, íbúar. Ég er bara með 2 spurningar varðandi þessa tillögu, sko. Það voru gerðar skipulagsbreytingar hér á fyrra kjörtímabili þar sem verkefni voru slitin svona sundur. Ég hef í sjálfum sér ekkert á móti því. Ég sé ekki að frístundir og menningarmál þurfi endilega að vera saman. Geti bara vel verið í sundur og En nefndin er einhver síður ennþá frístunda og menningar nefnd.
og þá fara að riðilast til sko hvaða embættismenn og fjárhagsáætlanir hér og þar sem nefndin á að taka fyrir. Við lentum í þessu í eigna- og vitanefnd þegar að umhverfisnefnd var skipuð á nýjan leik og þar sem að rekast á verkefni á milli embættiskerfisins og hins pólitíska kerfisins og það er það sem ég hef kannski áhyggjur af. Þetta í fyrsta lagi og þetta er bara spurning til meirihlutans hvernig þau ætla að láta þetta fungera bara vel, rúlla vel í ljósi þessa. Hin spurningin er svo, getur ekki verið að sá sparnaður sem talin er fram sem röksemd við tillögunni sé farin með tímabundinni ráðningu aðila til þess að taka við menningarmálunum sem að má lesa á vef Sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir Álfheiður. Það eru fleiri sem að vilja hjá sig. Ef svo já, þá er það Helga María Pálsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur, ef ég skildi fyrir spurninguna rétt, þá var bæjarfulltrúar að velta fyrir sér hvernig málaflokkar færu þá niður á nefndir eftir þessa breytingu. Er það rétt hjá mér? Það skaraðist, en allavega það er þá eitthvað sem þarf að skoða hvort að þær nefndir, fastanefndir sem eru í dag, hvort að þær eigi ennþá við eða hvort að þau eru eitthvað að stokka það upp og það gerir væntanlega ný bæjarstjórn. Varðandi seinni spurninguna þá var ráðinn inn deildarstjóri á nýja deild í ráðhúsinu og þar var hálft stöðugildi sem að tilheyrði áður þessari stöðu sem er verið að fella niður núna. Þannig að það er ekki í rauninni verið að ráða inn nýjan fyrir þann aðila heldur og þar á undan var búið að fella niður 3 stöðugildi og það er áframhaldandi skoðun á því hvernig við getum endurstokkað það. Ég get bara svara fyrir þessar skipulagsbreytingar sem hafa verið í gangi og svo þarf náttúrulega bara að greiða úr hinu hvernig þetta heldur áfram. Takk. Já, takk fyrir Helga María. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti. Já, og það er svona það sem mér finnst aðeins einkennilegt við þessar breytingar sem er verið að kynna, það er að hluta rökstuðningnum við þetta er að við það breytingar að nú er þetta deildarstjóri fyrir ný verkefni á sveitarfélaginu. Hann er náttúrulega ekki að fara í ný verkefni á sveitarfélaginu, það er búið að kjósa hann til setu í bæjarstjórn. Og það er auðvitað, þú veist, og það sem mér finnst það svolítið sérstakt að því að starfsmaður sveitarfélagsins er kosinn til setu í bæjarstjórn, að þá er starflagt niður. Það er svona aðeins sérstök ástæða fyrir að leggja niður verkefni. Ég meina það þarf einhver annar að sinna þessum verkefnum og það eru þarna starfsmenn sem voru áður í 100% starfi og nú er þá búið að bæta á þá 2 starfsmenn að minnstakosti hálfu starfi, þannig að þeir eru þá konur 125% starf og þeir eru væntanlega að fara, það er svo að tala hana hagræðingu og ég veit það alveg að þeir eru ekkit sáttir það, þeir þurfa náttúrulega að fá hærri laun því að þeir eru að gangast undir meiri ábyrgð heldur en þeir voru með áður. Þeir eru að taka sér fleiri verkefni og þeir eru ekki lengur með þau starfsheiti sem þeir voru með áður. Þannig að vegna þess að starfsmaðurinn var kosinn bæjarfulltrúi að þá er ákveðið að leggja henni starfið, það er ekki að því að það þarf mögulega hugsanlega að sinna þessum verkefnum áfram og síðan þetta með að það eru einhverjir 2 starfsmenn hann sem eiga að fara að hlaupa hraðar og ef að ég þekki rétt þá það verður áfram að sinna öllum þessum verkefnum. Ég ætla nú rétt að vona
að sá sem var í starfi deildarstjóra hafi haft nóg að gera. Og ég hef nú enga ástæðu til að ætla annað en að hann hafi haft nóg að gera. Þannig að mér finnst þetta einkennileg leið af því að hann fer í annað og þá er starfið lagt niður en aðrir eiga að hlaupa hraðar og ég býst við að það fólk muni fara fram á launahækkun því að þetta er töluverð viðbót við þeirra störf sem voru fyrir alveg með fullt borð. Takk. Þakka þér fyrir, Arna. Ég get nú svo sem forseti og stýrandi þessa fundar kannski tekið undir það orðræðu sem að bæjarfulltrúi Arna Ýr fer með hér, að við þær breytingar að núverandi deildarstjóri fyrir nýverkefni og sveitarfélagi er lagt upp með, það í sjálfu sér skiptir eiginlega engu máli, sko. Það er verið að gera hérna ákveðnar breytingar og það er þær sem við erum að ræða hér á fundinum. Hitt er í sjálfu sér aukaatriði, mínum mati. En gott og vel, eru fleiri sem vilja tjá sig hér þetta. Og ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða. Það er sem sagt, eins og ég lasir upp í greinagerðinni, rætt þessar breytingar á fjölskyldu, frístund og menningardeild. Og ef þið vilja lesa upp aftur textan, þá ger ég það. Og ef svo er ekki, þá ætlum ég að biðja þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er einhver á móti. Svo er ekki, það er samþykkt með 7 atkvæðum og hjásetu hjá bæjarfulltrúum S-lista og bæjarfulltrúum B-lista. Nú, þá reikna ég með að Þórhildur Dröfn, réttmáli viðbót, alveg. Reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Við, Og tillaga breytingar og reglum launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa. Þetta er sem sagt 12. liður. Lagt er til að hlutfall nefndargreiðsla fyrir formann bæjarráðs hækki úr 21% upp í 65% frá og með 1. júní 2022. Og hér fylgir greinagerð með málinu. Verkefni bæjarstjórnar í sveitarfélögum á hverjum tíma eru fjölbreytt og mikilvægt að öll ákvarðanataka sé tekin út frá bestu upplýsingum hverju sinni. Sveitarfélagið Árborg hefur vaxið mikið undanfarin ár og fyrirséð að verkefni næstu ára fyrir bæjarstjórn Árborgar eru umfangsmikil þegar horft er til reksturs sveitarfélagsins, orkuöflunar, uppbyggingu grunninnviða, skipulagsmála, atvinnumála, menntamála, velferðamála og fleiri atriða. Við teljum mikilvægt að þeir sem standa í forsvari fyrir bæjarstjórn hverju sinni geti sett fulla athygli í málefni sveitarfélagsins, enda fjöldi mála og verkefna sem þarf að vinna til að grundvöllur ákvarðanatöku bæjarstjórnar sé sem bestur, sveitarfélaginu til heilla. Við teljum því rétt skref á þessum tímapunkti að auka vægi formanns bæjarráðs 44%. Markmið er að vinna enn betur að málefnum og heildarsýn sveitarfélagsins, auka skilvirkni mála inn í stjórnsýsluna og efla enn frekar samtal við íbúana okkar. Þessi aukning á hlutfalli formanns bæjarráðs er ekki sett fram sem kostnaðarauki á sveitarfélagi því að móti eru laun bæjarstjóra lækkuð, auk þess sem hagrætt hefur verið annar staðar innan stjórnsýsluna. Af þessum aðgerðum er á árinu 2022 því hagræðingu að ræða upp á 1,5 milljón króna. Undir þetta rita bæjarfulltrúar D-listans í Árborg, Bragi Bjarnason, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir, Helga Lind Pálsdóttir. Þá er opið fyrir mælendaskrá og Álfheiður Eymannsdóttir álista var fyrst fram á sviðið, hann býður orðið og síðan Arnar Freyr. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar, íbúar. Ég sé þversögn í þessu. Það er sem sagt verið í raun og veru getur verið rétt að það þurfi að auka vægi formanns bæjarráðs. Ég gæti alveg tekið undir það. Það eru stóru verkefni hjá okkur öllum framundan og það hafa verið hækkanir á langt flest embætti innan sveitarfélagsins.
En þetta er þreföldun. Þetta er rúm þreföldun á launum formanns bæjarráðs sem til þess að vinna svona miklu meira, rúmlega þrefalt á við fyrrverandi formann bæjarráðs, ætlar einnig að taka að sér 2 formennskur í nefndum bæjarins. Þannig að þú veist, ég skil ekki alveg hvernig hann ætlar að fara að sinna til betur og vinna, þú veist, meira, rúmlega þrefalt meira fyrir rúmlega þrefalt meiri laun og taka svo að sér aukastörf sem að eru mjög stór. Þetta eru báðar stórar og mikilvæga nefndir og þetta eru formennskur í þessum nefndum atriði. Þannig að þú veist, ég er ekki alveg að sjá nema hann ætla að vinna allan sólarhringinn, sko. Takk fyrir mig. Já, þakka þér fyrir Álfheiður. Arnar Freyr Ólafsson, bílista. Það er næstur á mælendaskrá. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Kannski aðeins að fara tilbaka að í þessari greinagerð þá það er bara hrein og klár rangfærsla sett fram. Við erum að tala um 44% stiga aukningu á launum formanns bæjarráðs. Það er 209% aukning. Það er ekki 44%. Þannig að sko, við þurfum bara einfaldlega að laga þetta í greinagerð ef það á að leggja þetta fram svona. Þetta er einfaldur prósentu útreikningur og það er ekki hægt að sætta sig við þessi vinnubrögð. Það er náttúrulega alveg eitt og sér þetta er bara rangt í greinagerðinni. Þannig að við erum að tala um 209% aukningu á launum formanns bæjarráðs. Það er það sem við erum að tala um. Það er einhvers staðar í kringum 560.000 á mánuði, úr 269, mann þetta rétt, í 835.000 á mánuði, úr 269.000. Þannig að þarna er mismunur upp á 560.000. Þannig að þetta kallar á svona aðeins opnari umræðu og frekari útskýringu líka. Svo er annað að við erum að horfa á verulega breytingu á sko innri strúktúr bæjarráðs. Við erum að sjá að formaðurinn er komin í 4,5 vægi miðað við aðalmann í bæjarráð. Kallar þetta ekki aðeins á útskýringu inn í samsetningu bæjarráðs, hver eru þá verkefni aðalmanna og formanns? Viljum við ekki sjá einhvers konar greinagerð það, vegna þess að við erum að tala þarna aukningu innan bæjarráðsins og það er bara í sjálfu sér ef að verkefnin eru það stór aukin, hver eru þá verkefni aðalmanna? Eru þau óbreytt? Er kemistríið það sama? Það verður aldrei það sama. Þannig að við erum komið með í rauninni einn súpermann sem að er mun meira inn í málum, hefur meiri tíma til þess að setja sig inn í öll mál og vinna þau og hvert er þá vægi hinn aðalmanna. Þetta er eitthvað sem er óútskýrt og þetta kallar aðeins á ítalegri greinagerð heldur en settir fram að við séum að tala stækkandi sveitafélag og auki vægi og endurnýtt orðalag eins og við sjáum bara. Við sáum þetta alveg í kosningabaráttunni og þetta er bara sömu orðin sett fram og rangfærslur, það vantar útskýringar. Ég held að sko allavega fyrir mitt leyti myndi ég nú kalla eftir því að fá aftur meiri upplýsingar málið og jafnframt að leggja það til að þessu sé frestað þangað til að málið er full unnið og lagt fram í heild sinni, ekki hálf reifað eins og þetta er núna. Takk. Þakka þér fyrir Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Við þessi hljóðs. Forseti. Ég vissi nú eiginlega ekki hvort ég ætti að hlæja að gráta þegar ég sá þessa tillögu fyrst.
ég bara eiginlega get ekki lýst því hvernig mér leið. Ég varð fyrir svo ofboðslegum vonbrigðum. Ég meina, hér var að taka við mikið af nýju fólki sem ég hafði mikla trú á og er fólk sem ég held að sé gott og vandað fólk. En hvað kemur í ljós? Að það hefur greinilega verið svona ofboðslegur ágreiningur innan þessa hreina meirihluta sem skipar einn stjórnmálaflokk, að það var ekki hægt að koma sér saman einu svona embætti hjá sveitarfélagi. Það var nú ekki svo lítið gert grínaði hérna bæjarfulltrúi einn hér úr ykkar röðum, hann tönglaðist á því hérna aftur og aftur á hverjum einasta fundi að það hefði verið 7 flokksbrot í meirihluta á síðasta kjörtímabili. Það var ekkert flókið hjá okkur að koma okkur saman embætti. Það var minna mál heldur en hefur sýnt sig hér á fyrstu dögum þessa nýja meirihluta. Það var greinilega það mikið mál að koma sér saman hver ætti að vera aðal og hver ætti að vera næsti aðal, að það er búið að skipta hlutverki bæjarstjóra upp í 2. Og sko fyrir það fyrsta þá er það náttúrulega, þar er ekki verið að hugsa hag íbúa sveitarfélagsins og þar er ekki verið að hugsa hag starfsmanna sveitarfélagsins. Að því að bæjarstjóri, hann er fyrst og fremst yfirmaður starfsfólk sveitarfélagsins, mikilvægur yfirmaður starfsfólk sveitarfélagsins, sem fer á undan teiminu sínu til þess að við náum markmiðum bæjarstjórnar og náum markmiðum sveitarfélagsins í öllum þeim flóknu hlutverkum sem að við höfum hér í þessu sveitarfélagi. En nei, það er þannig að 2 vantaði vinnu í meirihlutanum. Það er svoleiðis. Einn var embættismaður hjá sveitarfélaginu og var þá að hann gat ekki lengur verið í því hlutverki. Þannig að með því að þrefalda laun formanns bæjarráðs án þess að það hafi neinstaðar verið útskýrt hver þessi auknu hlutverk eða verkefni formanns bæjarráðs séu, það hvergi komið fram. Laun formanns bæjarráðs eru þrefölduð og með þessu öllu saman þá er hann búinn að tryggja sér laun upp á 1,4 milljónir á mánuði. Geri aðrir betur. Hann sem sagt er þá formaður bæjarráðs með þreföldun á launum, hann er bæjarfulltrúi og hann ætlar að vera formaður í 2 nefndum, svo bættist nú reyndar við hérna áðan öldungaráð, smelti sér á það líka. Og þannig að við erum að tala 1,4 milljónir króna á mánuði á formann bæjarráðs. Ég ætla að vona að formaður bæjarráðs átti sig á því að hann allt sem að hefur með starfsfólk sveitarfélags að gera verður að fara í gegnum bæjarstjóra. Hann má ekki skipta sér beint af starfsfólki sveitarfélagsins á neinn hátt. Það er alveg skýrt. Í siðareglum og samþykktum sveitarfélagsins þá megum við kjörnir fulltrúar ekki skipta okkur af eða koma með einhver fyrirmæli til starfsfólk sveitarfélagsins á neinn hátt. Það er alveg á kristaltæði. Og hvar ætlar formaður bæjarráðs? Ætlar hann að vera með skrifstofu í ráðhúsinu? Hvar ætlar hann að vera? Bæjarstjóri 2 sem að svo er nefndur. Mér finnst það þarf að koma fram líka. Og svo það sem kemur mér verulega óvart, það er að í mars síðastliðin þá settust við öll bæjarstjórnin niður til þess að endurskoða kjör á bæjarfulltrúa. Það hafði ekki verið gert mjög lengi. Þau höfðu ekki hækkað, þess að laun bæjarfulltrúa mjög lengi. Og það var tekin ákvörðun og það var öll bæjarstjórnin meiri og minnihluti sammála það að við skildum gera þetta áður en ný bæjarstjórn myndi taka til starfa. Af því að það er mjög óþægilegt. Það er mjög óþægilegt að þurfa að taka ákvarðanir sína eigin kjör. Þess vegna skiptir það miklu máli að þessi ákvörðun sé tekin af fullskipaðri bæjarstjórn sem leggur fram tillöguna sameiginlega. Tillaga okkar sem var lögð fram á bæjarstjórninni í mars, hún var bæði unnin fyrirfram og lögð fram og samþykkt samhljóða, meðal annars að bæjarfulltrúa Kjartani Björnssyni og bæjarfulltrúa Brynhildi Jónsdóttur. Það voru allir sammála hér í bæjarstjórninni þessa tillögu. En hvað gerist? 2 vikum eftir kosningar,
þá finnst nýjum meirihluta tilhlýðilegt að þrefalda laun formanns bæjarráðs með engum útskýringum. Vitið að þetta er ekkert nema grímuleg sjálftaka. Og þetta eru ótrúleg vonbrigði fyrir mig sem íbúi í þessu sveitarfélagi að kjörnir fulltrúar skuli leyfa sér svona lagað. Og einmitt þetta, og svo er lögð niður staða og okkur sagt að þetta sé ekki kostnaðar auki. Ég meina, leggum að bara niður einhverja tilvílina kenda stöðu. Ég meina, hann er ekki sem formaður bæjarráðs að fara að sinna verkefnum deildarstjóra eða þeim verkefnum sem voru inn í þeirri deild. Ég meina, tekum maður bara einhverja stöðu og leggur hana niður af því maður vill vera aðal. Vitið að þetta er ekki boðlegt. Þetta er ekki boðlegt. En ég ætla að leggja til, fyrst að það er búið að verða svona mikil virðisaukning á formanni bæjarráðs, þá hlýtur hlutverk að forseta bæjarstjórnar að verða aðeins veigaminna. Menna það get ekki allir, ég hef nú töluvera reynslu í þessu, það get ekki allir haft svona ofboðslega mikið að gera. Þannig að ég ætla þá bara að leggja til að laun forseta verði lækkuð. Og við erum að tala í öllu þessu samhengi og það kom náttúrulega ekki fram í þessari tillögu sem fylgdi að þetta væri einhverja prósentur, það er náttúrulega að taka fram að þetta eru prósentur af þingfarakaupi. Það er það sem þetta snýst um. Þetta snýst ekki um eitthvað starfshlutfall, þetta eru prósentur af þingfarakaupi. Og þingfarakaupi eru 1200 og einhverja 50.000 og ég ætla þá bara að leggja til að prósentur forseta bæjarstjórnar að þingfarakaupi verði lækkað. Af því ég get ekki séð annað en að það hljóti að verða veigaminna hlutverk þegar að hlutverk formanns bæjarráðs er orðið svona veigamikið. En það er mín tillaga hér. Takk. Takk fyrir Arna, þú sendir þessa tillögu þá vantilega skriflega til þeirra, er það ekki? Björgvin G. Sigurðsson, varabeðarfulltrúi S-lista. Já, forseti og bæjarfulltrúar og tilheyrendur, þau hafa reifað þetta mál mjög ítarlega hér á undan mér, Arna, Álfheiður og Arnar. Í fyrsta lagi hvað greinargerðin með þessari róttæku breytingu ristir grunn. Þar kemur raun ekkert fram raunverulegan ávinning af þessari breytingu. Það er algjörlega óljóst hvernig heildarpakkin lítur út að lokum kostnaðarlega séð, en það sem skiptir auðvitað mestu máli til að geta tekið málefnalega og rökræna afstöðu til þessara breytinga er að það liggi fyrir verklýsing, starfslýsing á nýju embætti formanns bæjarráðs. Það er ekki bara sanngjörn krafa okkar allra að svo sé, það er eins eðlilegt og það getur mögulega talist. Að við erum að tala heilmikla breytingar, við erum að tala samhengi í breyttri stjórnsýslu sem að eru örugglega einhver rök fyrir, í einhverju skilningi. En rökin skortir algjörlega með þessum breytingum sem við erum að tala hérna núna. Greinargerðin segir okkur nákvæmlega ekki neitt. Áætlaður sparnaður 1,5 milljón, kemur ekkert fram hvernig það kemur fram. Við höfðum ekki ráðningarsamning á nýjum bæjarstjóra. Við höfum ekki verksviðs og starfslýsingu á formanni bæjarráðs sem að er de facto verið að gera ígildi annars starfs bæjarstjóra. Þannig í einhverjum skilningi verða hérna 2 bæjarstjórar, annar sem formaður bæjarráðs og hinn sem bæjarstjóri, og svo á að hafa hlutverkaskipti á miðju kjörtímabili samkvæmt því sem að komið hefur fram í fjölmiðlum. Og mér langaði líka að beina þeirri spurningu til
forsvarsmanna meirihlutans hvort að þetta hafi verið kynnt fyrir kjósendum í aðdraganda kosninga. Það má vel vera, ég varð aldrei var við það. Það var einhver orðrómur að bæjarfulltrúar myndu mögulega skipta embætti bæjarstjóra á milli sín. Það að formaður bæjarráðs ætti að vera einhvers konar annar bæjarstjóri við hliðina á meðan kom aldrei fram. Eins og nefnt hérna áðan, er þetta gert til að sætta stríðandi fylkingar? Er þetta gert til út frá ýtrustu almannahagsmunum bæjarbúa? Getur vel verið. Það vantar allan rökstuðning fyrir þessu. Starfslýsing þar sem verksvið formanns bæjarráðs kemur skýrt og afdráttarlaust fram er algjört grundvallar atriði til þess að við getum tekið afstöð til þessara tillögu. Það er algjör lágmarkskraf, lýðræðisleg lágmarkskrafa að svo sé, þannig að við getum gengið til atkvæða þetta. Og það eru vissulega djúpstæð vonbrigði að nýr meirihluti skuli strax ganga þannig fram að þessu sé stillt svona upp sem svona afdráttarlaus skotgröf á milli minnihluta og meirihluta. Við stöndum hérna frammi fyrir tillögum sem var allt í norðuna tilkynningu á þann, en eru þetta bara tillaga og svo aftur þessari breytingu núna án þess að hafa komið með neinum hætti að umræðunni þessa breytingu. Það er bara rætt innan meirihlutans. Þess vegna eru við að kalla eftir því að fullskipuð bæjarstjórn ræði bæði málin í samhengi. Það er sanngjörn krafa okkar allra. Af því að það vakir ekki fyrir neinum hér að sitja hjá eða greiða atkvæða á móti mögulegum breytingum á stjórnsýslunni, megi þær hugsanlega verða til góðs. Enginn held ég að efist mannkosti þessa prýðis fólks sem ræðir. Þetta snýst ekki persónur, þetta er pólitík, stjórnsýsla, almannahagsmunir og þeir eru brýnir og þeir eru ríkir og það er ekki hægt að afgreiða það þannig gagnvart íbúum sveitarfélagsins að þetta sé mögulega, einhver sparnaður þegar allt kemur til alls og til stykkisins komið upp á 1,5 milljón með einhverjum hugsanlegum breytingum og einhverju öðru. Við hljótum að geta sæst á það að ræða planið í heild sinni, ræða breytingarnar allar, starfslýsingu, verksvið þeirra beggja, verður fráfarandi bæjarstjóri eftir 2 ár á launum í einhver tíma og eftir verða þó 2 bæjarstjórar á launum og pluss þessi breytinga á formanni bæjarráðs sem hinn bæjarstjórin og svo framvegis. Við erum að ræða ramman allan og allt sem er inn í honum á málefnalegum forsendum, þannig að lokum standi það eftir að hér sem að ræða breytingar sem verði sveitafélaginu Árborg verulega til góðs. Stjórnsýslan batni stórum væntanlega, búum í örtvaksandi stóru sveitafélagi, risavaksin verkefni framundan eins og verið hafa hérna á liðnum árum og ef að það er keppikeplið að eins og að nefnt hérna í upphafi af Álfheiði að bæjarstjórnin starfi hérna saman sem ein heild meira og minna burtsi frá pólitískum skotgröfum flokkana í kosningum. Auðvitað er það sem við höfum öll að leggja upp með, en þetta er ekki leiðin til þess. Þetta eru djúpstæð vonbrigði að svona sé staðamálum að því okkur er gert ókleift að taka málefnalega afstöðu til breytingan. Þakkaði fyrir, Björgvin. Eru fleiri sem vilja taka það máls? Fjóla, Steindóra, Kristinsdóttir, Gilista. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir og íbúar. Það hefði að koma hér upp líka og pröfa það. Já, varðandi þennan lið, þá eru nokkur atriði sem langar að koma að og það er þá kannski fyrst að við ræddum þetta klárlega í gegnum alla kosningabaráttuna og voru mjög skýr með það. Eins og Arna kom hér inn á réttilega þá er þetta 65% af þingfararkaupi. Það er alveg skýrt að og fer ekki milli mála að þetta er hækkun úr 21% upp í 65% af þingfararkaupi. Það er þetta reikna þá. Varðandi stjórnsýslulega, við höfum bjargast að trú að þetta verði okkur til heilla
stjórnsýslan verði skilvirkari og þetta er eftir að gera það að verkum að þessu veigamiklu verkefni sem býð okkar nýs meirihluta og okkar allra, við getum orðið skilvirkari á allan hátt þar. Það er alveg skýrt að þessi lína þarf að vera mjög skýr eins og Arna minntist á og Helga María hefur komið inn á og við munum vanda okkur þar. Þetta á ekki að verða kostnaðarauki og þetta á alltaf að vera upp á borðinu. Við munum leggja fram þennan samning og hann mun lækka sem nemur bæjarfulltrúa að minnstakosti og þannig að sveitarfélag og íbúar sé ekki bara kostnað af þessum breytingum heldur verði þetta til heilla að því leiti að það verði bara skilvirkari stjórnsýslan allan hátt. Hvort þetta átt að gerast svona eða einhvern veginn öðruvísi, það skal ekki sagt, þetta er svona. Þetta verður tekið fyrir síðan á fundi bæjarráðs samningurinn og verður gerður opinber og allar tölur gerður opinber þannig að það við höfum talað fyrir því, opnu bókhaldi og allt sé upp á borðum og að íbúar sveitarfélagsins hafi aðgang á öllum gögnum og geti þar alveg séð það algjörlega svart á hvítu hvernig hlutirnir og tölurnar liggja og það verður gert bara vonandi leið að verður búið að taka fyrir bæjarráði. Þakka fyrir, Fjóla, Arnar Freyr Ólafsson, Nýlista. Já, forseti og bæjarfulltrúar og áheyrendur. Ég fagna því þetta að þetta sé það sem vakir fyrir fólki að það sé sparnaðar og það sé stjórnsýslulegt hagræði að þessu. En ég líka þá ítreka bara aftur að við köllum eftir þessum gögnum að þau liggja á borðinu. Þannig að þegar er lögð fram tillaga fyrir okkur til að taka afstöðu til, þá eru upplýsingarnar fyrir hendi. Við erum búin að hafa nægan tíma til þess að vinna þetta almennilega ofan í bæjarstjórnina. Og ef að það liggur fyrir að þetta á að vera opin stjórnsýsla og fjármálunni var opin, þá þurfa svona tillögur líka að vera fullunnar. Það er bara alveg á hreinu. Og ég, það veitir mér svo sem enga ánægja því að standa hér og kalla eftir þessu, en ég er kjörinn til þess og þess vegna ger ég það. Ég ger það sjálfsögðu skyldu mína gagnvart bæjarbúum að það sé farið hér eftir bara faglegum vinnubrögðum og það er bara lágmarkskrafa. Takk. Þakka fyrir, Arnar Freyr og Álfheiður Heimastóttir á lista. Vel. Fyrir forseti, bæjarfulltrúar, íbúar. Ég hef ekki enn fengið svörin upp á spurningunum minni og mínum helstu áhyggjum af þessu að þessi rúmlega þreföldun á launum og umfangi starfsins. Hvernig henni verður komið við þegar þú ætlar að taka að þér svo formennskur í 2 nefndum víti viðbótar. Og ég hef líka bara áhyggjur af því að einfaldur prósentureikningur virðist bara nýjum meirihluta megn. Því að það er ekki verið að auka vægið formanns bæjarráðs 44%. Þó að það sé mismunurinn á prósentunum sem var og prósentunum sem er núna, þú getur dregið það frá. Þetta er rúmlega þreföldun. Það er ekki 44%, sko. Þetta bara veldur áhyggjum bara í sambandi við bara útreikninga og komandi fjárhagsáætlanagerð. Og þannig að þetta er svona hroðvirkni í þessu, ég veit ekki alveg hvort það er skárri skýringa, þið kunnið ekki reikning eða getið ekki vandandi vinnubragða. En ég er ekki búin að fá þessi svör. Ég er að fá þessi svör
ef að röksemdin fyrir þessari rúmlega þreföldun á launum formanns bæjarráðs að umfangið á verkefnum sveitafélagsins og verkefnum formanns bæjarráðs séu virkilega svona svo umfangsmikil, hvernig stendur það á því að sami aðili ætli að taka að sér formennskur í 2 stórum nefndum til viðbótar. Þetta fyrir mér er algjört þessu. Þakka þér fyrir, Álfheiður. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo er ekki, að þá, já, Sveinn Ægir Birgisson, G-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Ég vil bara taka tröstið til íbúa fyrir að sína að hafa kosið mig bæjarstjórn fyrir á því og það er að koma inn í fyrsta sinn. Annars vil ég skil ykkur alveg og ég þakka bara brýninguna og ég er alveg sammála ykkur í mörgum atriðum og kannski maður byrja á því að svara spurningu Álfheiðar. Þá er það svo að hann ætlar að sinna þessu starfi sem 100% starfi, hann er ekki bara að vinna annað starf samhliða þessu, önnu 100% starfi, að þetta er bara flokkað, þetta verður bara hans vinna, rauninni, 100% vinna. Ég ætla nú ekki að fara að dæmi hvort ég kann starffræði ekki, en ég er að læra starffræðikennarann og þetta er nú bara svo sem bara útfærsluatriði, það er í þessari greinargerð er að vera að hækka vægi starfshlutfalli. Svo getur þingvar að kaupa alveg að hækka seinna, þá þurfum við ekki að breyta þessari greinargerð, tel ég. En að öðru, sko Arnar kominn á launin hans og Björgvin, það er ekki svo að það verði hér 2 bæjarstjórar á launum saman tíma. Hér er formaður bæjarráðs og bæjarstjóri og það er held ég bara rangfærsta líka að hann er ekki að fara að vera með 1,4 á launinni þótt hann sé formaður öldungaráðs og fundar öldungaráð aðeins nokkur sem ári þarna. En skulum dæmi það seinna. En annars já, veit svo sem ekki hvað hef mikið meira að segja um þetta mál. En já, annars held ég bara að þetta sé breytings til eins góða, við höfum verk að vinna og ég held að veitir ekki að hafa formann í svona stóru vægi að sinna þeim málum sem við ætlum að sinna og leggja áherslu á. Það eru stór og krefjandi verkefni framöndan á sveitafélaginu og kosningarnar snerust að hluta það, við erum ekki hlupið af því. Risastór verkefni sem eru framöndan okkar og mín skoðun svo að niðurstöðu kosningarnar voru þær að þeir sem viðurkenndu vandann sigruðu, en ég veit að það er bara pólitískt mat mitt að þetta er bara það sem við erum að hugsa en það eru mörg verk framöndan og ég held líka ef þetta hafi kannski verið gert fyrst og auðvitað hafi kannski átt að vera kannski búið að hækka þetta prósentulega séð miklu fyrr og ég er kannski sammála líka mitt mat á það kannski að var rangt hjá okkur að fjölga bæjarfulltrúum úr 9-11, við höfum frekar átt að hækka vægi bæjarfulltrúa en ég held að þetta sé bara spennandi verkefni og ég held að margt sem hafi kannski fór illa á seinasta kjörtímabili hafi kannski getað farið betur ef þetta hafi verið tel ég og svo sem kannski, veit ég hvort ég hafa nefna einhver dæmi en það er bara stór mál og þetta er stundum erfitt, maður ímyndar sig alveg, að reka sveitafélag ætti kannski bara að vera fullt starf okkar allra. Við erum ekki að reka eitthvað félagasamtök hérna, sko. Við erum að reka sveitafélag, þar sem 11.000 manns búi í, þar sem 11.000 manns sækja þjónustu. Þetta er ekki eitthvað áhugamál okkar. Takk. Þakka fyrir Sveinn Ægir, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti. Ég ætla nú aðeins bara að fara yfir útreikningana á 1,4 milljónum. Þetta er algjörlega hárrétt hjá mér, frændi. Það er svoleiðis að það eru 835.000 krónur formaður bæjarráðs, 65% af þingfararkaupi. Tæplega 340.000 laun bæjarfulltrúa, 339.348. Formaður í 2 nefndum, þar af annarri nefndin sem fundar 2 í mánuði, hinn nefndin fundar 1 sinni í mánuði. Ég tek ekki 1 sinni öldungaráð með. Það er ekki 1 sinni í þessum útreikningum. Þannig að það hækkar þetta aðeins.
að vera formaður í 2 nefndum sem funda 3 í mánuði það því 231.372. Þetta gerir rúmar 1,4 milljónir á mánuði og ég ætla rétt að vona að bæjarfulltrúi Bragi Bjarnason líti á þetta sem laun fyrir 100% starf. Af því þetta er þá rúmlega það. Ætla sé ekki óbreyttur starfsmaður í leikskólum Árborgar, þetta eru sennilega 3 svoleiðis starfsmenn með launum og launatengdum gjöldum. Þannig að ég ætla nú rétt að vona að fólk ætla ekki að fara að leita sér að viðbóta starfi, en það gerir mig ekki sáttari við þetta. Mér finnst þetta ótækt og þetta er sjálftak. Það er svoleiðis. En ég ætla, sagðist ætla að leggja fram tillögu að mér finnst eðlilegt að fyrst að hlutverk og verkefni formanns bæjarráðs eru orðin svona gríðarleg, þá held ég að verkefni, það hlýtur að draga úr verkefnum annara. Það verður annarkvort aðeins auðveldar að vera bæjarstjóri í sveitarfélaginu eða það verður minna að gera hjá forseta bæjarstjórnar og mér leikur beinast við að leggja fram tillögu við þessa breytingu sem við erum að fjalla hérna og tillagan hljóðar svo, undirrituð leggur til að skoða verði að hlutfall forseta bæjarstjórnar af þingfararkaupi verði lækkað til móta þessi gríðarlega hækkun á hlutfalli formanns bæjarráðs. Með mikilli aukningu á verkefnum formanns bæjarráðs hlýtur verkefnum forseta að fækka og það hlutverk að verða veigaminna. Undir þetta skrifar Arna Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista. Já, þakka fyrir Arna Ýr. Eru fleiri sem að vilja hjá sig? Ef svo er ekki, að þá göngum við til atkvæða. Fyrst var það með frestun sem að Arnar, er ekki rétt gripi hjá mér, leggur til að málinu verði frestað. Þeir sem að samþykja að fresta málinu vinsamlegast gefur mér vísbendingu ykkar atkvæði. Það eru 5 atkvæði, þeir sem eru á móti. Það er fellt með 6 atkvæðum D-lista gegn 5 atkvæðum. Og þá kemur að tillögu Örnu Ýr lækkun forseta. Ég ætla þá að víkja úr sæti og óska eftir því að varaforseti Brynhildur Jónsdóttir taki hér við störfum á meðan sú tillaga er afgreidd og inn fyrir mig kemur Anna Linda Sigurðardóttir, varabæjarfulltrúi okkar og já. Já, þá tökum við fyrir tillögu Örnu Ýrar Gunnarsdóttur, bæjarfulltrúa. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Þeir sem eru á móti. Það eru 6 og sitið þið hjá og 3 sitið hjá. Það eru bæjarfulltrúar B-lista og A. Þá vík ég. Já, þá þakka ég fyrir Brynhildur að stýra hér fundi og þá er komið að afgreiðslu á málinu sjálfu. Það er 12. mál hér á dagskrá fundarins, reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna og ég las hér upp greinargerð áðan með því máli og þeim umræðum sem hér hafa farið fram sem hafa verið gagnlegar og upplýsandi. Þeir sem að styðja þetta mál númer 12 vinsamlegast gefur mér vísbendingu með því að rétta upp hönd. Það eru 6 þeir sem eru á móti. Það eru 3 á móti og 2 sitja hjá. Það eru 2 fulltrúar B-lista sem sitja hjá og fulltrúi A-lista og 2 fulltrúar S-lista greiða atkvæði á móti og 6 atkvæði E-lista. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista óskar eftir fundarhléi.
bæjarfulltrúar og áheyrendur og áhorfendur. Þá var fundi fram haldið eftir þetta fundarhlé og Arna Ýr Gunnarsdóttir, Arnar Freyr Ólafsson B-lista ætlar að gera grein fyrir afstöðu minnihlutans. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og áheyrendur. Við ætlum að leggja fram bókun hér í minnihluta og hefst á lesturinn. Undirrituð vilja byrja á að benda á villandi og rangar staðhæfingar í greinargerð sem fylgir tilhögunni. Þar kemur fram að aukning á hlutfalli formanns bæjarráðs sé 44%, það fari úr 21% af þingfararkaupi í 65% af þingfararkaupi. Hið rétta er að tillagan er 44% stiga hækkun, en raunin er að tillagan felur í sig 209% hækkun á þóknun formanns bæjarráðs eða úr 269.936 krónum í 835.517. Útreikningurinn eru eftirfarandi. Þingfararkaup er 1285.411. Hlutfall formanns áður var 21% eða þá 0,21 sinnum þingfararkaup sem er þá jafnt á 269.936 krónur. Hlutfall formanns eftir breytingu er 65%, þá tökum maður 0,65% sinnum þingfararkaup og fær út krónutöluna 835.517 sem er þá tillagan sem liggur hér frammi fyrir okkur. Mismunurinn er 565.517 krónur og ef maður tekur hlutfallið áður en að fyrir breytingu, það var sem sagt 269.936 og deilir upp í aukninguna 565.517 erum við að tala 209,5% aukningu. Þá bendum við á að ekki tilgreint hverjar eru auknar skyldur formanns bæjarráðs. Við teljum mikilvægt að við allar staðreyndir liggi fyrir og að óyggjandi sé af tillögutexta hverjar breytingarnar séu. Undirritaðir bæjarfulltrúar lýsa furðu með þá tillögu meirihluta sjálfstæðismanna að hækka laun formanns bæjarráðs 100%. Þetta þrátt fyrir að í mars síðastliðnum voru gerðar breytingar á launakjörum bæjarfulltrúa sem unnar voru af allri bæjarstjórninni og samþykktar samhljóða á bæjarstjórnarfundi meðal annars á bæjarfulltrúunum Kjartani Björnssyni og Brynhildi Jónsdóttur. Með þessari hækkun ásamt bæjarfulltrúa launum og formennsku í 2 nefndum er formaður bæjarráðs að tryggja sér 1,4 milljónir króna laun á mánuði og ekki liggur fyrir í hverju þessi auknu verkefni formanns bæjarráðs felast og hvað hefur breyst á þeim örfáu vikum sem liðnar eru frá því að síðasta kjörtímabili lauk. Þessi ráðstöfun nýs meirihluta lyktar að því ósætti sem virðist hafa orðið hver ætti að vera bæjarstjóri og því hefur verið ákveðið að búa til embætti annars bæjarstjóra. Það er grafafar alvarlegt að slík grímulaus sjálftaka skuli vera hið fyrsta verk hins nýja meirihluta. Undir þetta rita Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og sá sem hér stendur Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Við sendum þetta. Takk. Þakkaði fyrir, Arnar Freyr. Nú, þá er komið að máli númer 13 á boðari dagskrárfundarins og það er viðauki við fjárhagsáætlun 2022. Þá eru gerðar líka breytingar hér. Þórhildur Dögg Ingvadóttir víkur að fundi og Bragi Bjarnason kemur aftur í salinn. Það er viðauki númer 5, tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi 8. júní 2022 og það er rekstur málaflokkur 02 félagsþjónusta breytingar og launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars
2022 samtals hækkun á launakostnaði 1.087.000 krónur. Málaflokkur 04 fræðslu og uppeldismál, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 1.087.000 krónur. Málaflokkur 05 menningarmál, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 1.183.000 krónur. Málaflokkur 06 íþrótta og æskulýsmál, staða lögð niður á frístund og menningadeild, samtals lækkun á launakostnaði 4,2 milljónir króna. Málaflokkur 09 skipulags- og byggingamál, annar skipulagskostnaður styrkur vegna fornleifarannsóknar á Vesturbúðahól á Eyrarbakka, samtals hækkun 2,5 milljónir. Skipulags- og bygginganefnd breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 2.175.000 krónur. Samtals hækkun í málaflokknum 4.675.000 krónur. Málaflokkur 11 umhverfisnefnd, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 1.380.000 krónur. Málaflokkur 21 sameiginlegur kostnaður, bæjarstjórn, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 2.240.000 krónur. Bæjarráð, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn ásamt breyting á prósenti og formanni bæjarráðs, samtals hækkun á launakostnaði upp á 9.836.000 krónur. Ýmsar nefndir, hverfisráð Eyrarbakka, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 576.000 krónur. Hverfisráð Sandvíkurhrepps, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 576.000 krónur. Hverfisráð Selfoss, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 576.000 krónur. Hverfisráð Stokkseyrar, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 576.000 krónur. Skrifstofa sveitarfélagsins, biðlaun og orlofsuppgjör fráfarandi bæjarstjóra, samtals hækkun á launakostnaði upp á 16,2 milljónir króna, lækkun á launum bæjarstjóra sem nemur bæjarfulltrúalaunum, samtals lækkun á launakostnaði upp á 2,8 milljónir króna. Starfsmannakostnaður, viðbótakostnaður vegna árshátíðar í Selfosshöllinni, samtals 4.440.000 krónur. Samtals hækkun í málaflokki 21 eru 32.220.000 krónur. Málaflokkur 31, eignasjóður, ýmsar eignir, leiðrétt kaupverð, kirkjuvegur 18, samtals hækkun 4 milljónir króna. Málaflokkur 67, fráveita. Eigna- og veitunefnd, breytingar á launum samkvæmt reglum launakjör bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem samþykktar voru í bæjarstjórn 16. mars síðastliðinn, samtals hækkun á launakostnaði upp á 2.210.000 krónur. Samtals útgjalda auki í rekstri upp á 43.642.000 krónur. Sjá áhrif viðauka nr. 5 á upphaflega samþykkta áætlun í meðfylgjandi yfirlitum sem er svo hægt að skoða þarna. Nú ég vil opna fyrir mælendaskrá í þessu máli og þetta er sem sagt 13. mál á okkar fyrsta bæjarstjórnarfundi á þessu kjörtímabili 2022-2026. Einhverju sem vilja kveða sér ljóðs, það er Álfheiður Einarsdóttir á lista. Takk forseti, bæjarfulltrúar, íbúar, gestir. Ég ætla að samþykkja hann viðauka. Mér finnst það bara eðlilegt, en mér langar að benda á og segja hér uppátt að af þessum 43 milljónum að þá eru það bil 10 milljónir sem fara bara í hækkun á launum formanns bæjarráðs. Takk.
Þakka þér fyrir Álfheiður. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, já, það er með þessa viðauka sem að yfirleitt, það eru náttúrulega eðlilega skýringar á öllu sem er í viðaukanum. Og ég get samþykkt allt í þessum viðauka, nema hækkun, þessa óheilbrigðu hækkun á launum formanns Bæjarráðs, sem ég bara get ekki sætt mig við. Og þess vegna get ég því miður ekki samþykkt þennan viðauka. Mér finnst það mjög leiðilegt, af því að allt síðasta kjörtímabil, það var alveg sama hvaða viðaukar komu hérna, hvort sem það voru örlítil atriði viðgerð á einhverju sem var nauðsynlegt og öll bæjarstjórnin vissi það. Sjálfstæðismenn sátu hjá í öllum afgreiðslum, gjörsamlega öllum afgreiðslum. Það verður ekki mín lína og hefur aldrei verið. Og við í Samfylkingunni, við samþykktum oft fjárhagsáætlanir þegar við vorum í minnihluta. Við kannski lögðum fram bókanir að því að það var eitthvað þarna sem við hefðum gert örlítið öðruvísi, en í megin dráttum vorum við sammála fjárhagsáætlunum. En ég get ekki samþykkt viðauka með þessari sjálftöku á formanni Bæjarráðs. Takk. Þakka þér fyrir Arna Ýr. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs til þessu lið. Sveinn Ægir Birgisson, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, ég ætla að svara hérna eftir spurningu og fyrir að svara. Það er ekki rétt kannski að formaður Bæjarráðs er alveg með 10 milljónir, þetta eru líka nefndamenn bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að fara að taka einhverja starffræðireikninga hérna eins og hefur gert, en það er bara svo. En mér langar að spyrja öðru og veit ég kannski beina spurningum til Helgu eða frávarandi bæjarfulltrúa í seinasta meirihluta Örnu Ýr viðauka við laun Gísla Halldórs. Það sem eru 16 milljónir í að borga honum auka viðauki, var ekki gert ráð fyrir þessi kostnaðaráætlun, hvernig voru samningarnir hjá honum. Á nú fátt áðan ráðningarsamning, hann var náttúrulega ekki kynntur sá ráðningarsamningur í bæjarstjórn, þetta var ákveðið að auglýsa og síðan var hann kynntur fyrir í bæjarstjórn, en jú, hann var kynntur fyrir í bæjarstjórn, síðan endanlega, kannski ekki tekinn fyrir til afgreiðslu. Mér langar bara að spyrja þetta, var ekki gert ráð fyrir þessum 16 milljónum í fjárfestingaráætlun þess árs? Takk. Já, fjárhagsáætlun. Þakka þér fyrir Sveinn Ægir. Eru fleiri. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, það er ekki rétt hjá bæjarfulltrúa Sveini Ægi að ráðningarsamningur Gísla Halldórs hafi verið ræddur í bæjarstjórn, hann var ræddur hérna fram og tilbaka. Ég man það mjög vel og hann var lagður fram hér til umræðu. Ég treysti mér nú ekki alveg, ég man ekki alveg, en væntanlega er hann að fá gert upp einhvert orlof sem er venjulega alltaf þegar fólk hættir og það er ekki vita náttúrulega og það er kannski ekki gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun, þessu orlofi. Hann á náttúrulega orlof fyrir heilt ár af því að nú er og mögulega eitthvað meira. En síðan eru þetta þannig að ég, svo sem vissi ekki, ég hefði haldið að það væri gert ráð fyrir svona löguð í fjárhagsáætlun, að þetta er alveg vitað fyrirfram, að þetta er allt samkvæmt samningi og það var auðvitað gerður samningu við hann sem var algjörlega samhljóma öðrum samningum við aðra bæjarstjóra á Íslandi, að það eru gerðir einhverju samningar biðlaun eða það er að segja þegar fólk hættir í starfi og þannig að þetta eru væntanlega biðlaun og orlofspeningar sem eru þarna og ég vænti þess að Helga María geti svarað þessu nákvæmar en ég þessu og það er gott að hún gerði það. Takk. Þakka þér fyrir Arna Ýr og þá er það Helga María Pálsdóttir. Já, forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Samkvæmt fjármálastjóra þá var ekki gert ráð fyrir þessu fjárhagsáætlun af því að það er auðvitað þannig þegar að fjárhagsáætlun er samþykkt þá er nú ekki mikið vitað úrslit kosninga eða hvað verður og þannig að þetta hefur bara tíðkast að þetta er gert svona. Þannig að þarna að ræða biðlaun og þá væntanlega óuppgert orlof.
Já, það berast hér svör og skýringar. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta málefni og ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem að samþykja þennan viðauka, við erum ekki að lesa hann upp allan aftur, en þeir sem að samþykja þennan viðauka upp á samanlagða upp að 43.642.000 krónur í máli númer 13, vinsælast gefið merki. Það er samþykkt þeir sem eru á móti, ekki við. Það er enginn á móti, þannig að bæjarfulltrúar S-lista og B-lista sitja hjá og 6 bæjarfulltrúar D-lista og 1 bæjarfulltrúar A-lista greiði atkvæði með. Þá er komið að máli númer 14 á fundinum. Á þessum þrælanga fundi, fyrsta fundi nýrra bæjarstjórnar, og þá er komið að tillögu frá bæjarfulltrúum S-lista uppgjör framboða vegna sveitarstjórnarkosninga 2022. Já, svo kemur þetta, og það er væntanlega hver fylgir því úr hlaði. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Hér er grein fyrir tillögunni. Já, forseti, ég ætla að leggja hérna fram tillögu sem er þarna í 14. lið fundarins og tillagan er svohljóðandi. Undirrituð leggja til að þau framboð sem fengu bæjarfulltrúa kjörna í sveitarfélaginu Árborg í sveitarstjórnarkosningum þann 14. maí síðastliðinn leggi fram uppgjör framboðsins á næsta bæjarstjórnarfundi. Í uppgjörinu komið fram heildarkostnaður við framboðið ásamt upphæð þeirra styrkja sem aflað var vegna framboðsins og undir þetta skrifa Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista og Björgvin G. Sigurðsson bæjarfulltrúa S-lista. Takk. Já, þakka þið fyrir og þá er opið fyrir mælendaskrá þessa tillögu. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur í sal og tilheyrendur. Herði, já, það er í rauninni skýr verkfærill fyrir uppgjör á öllum framboðum fyrir og svo sannarlega mun D-listin fylgja því samkvæmt 4. kafla laga 106/2006 starfsemi stjórnmálasamtaka með síðari breytingum. Þá munu það sjálfsögðu skila fjárhagslegu uppgjöri vegna kosningabaráttunar til ríkisendurskoðunar eins og lög gera ráð fyrir. En hvort á heima hérna ekki, en við viljum allan að fylgja lögum bara í nákvæmlega svo öll stjórnmálasamtök og setja það í réttan farveg. Þannig að bara svona til að komið fram. Það eru fleiri sem vilja tjá sig þessa tillögu sem er 14. liður á dagskrá fundarins. Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Forseti, og út frá því sem að bæjarfulltrúi Bragi Bjarnason sagði hérna áðan að þá er það eitthvað sem að sjálfsögðu er alltaf gert. Það eru þetta bara samkvæmt lögum og ég meina okkur ber öllum að gera það. En þessi tillaga náttúrulega, hún gengur út á að við leggjum það fram hér og það geti birst öllum að því fólk er ekki, almenningur í sveitarfélaginu er ekki að fara inn á síðu ríkisendurskoðunar til að athuga þetta næstu áramót. Þannig að tillagan gengur út á það að við séum all heiðarleg og við leggjum fram okkar reikninga hér eða það sem að kosningabaráttan kostaði og það sem að styrkja fé sem við fengum til kosningabaráttunar og það getur verið rætt hér í fullskipari bæjarstjórn. Það er það sem tillagan gengur út á. Takk. Takk fyrir, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig það? Mál númer 14, tillögu frá bæjarfulltrúum S-lista uppgjör framboða vegna sveitarstjórnarkosninga 2022. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða og þeir sem að styðja tillögu á máli númer 14
tillögu frá bæjarfulltrúum S-lista uppgjör framboð vegna sveitarstjórnarkosninga 2022 vinsælast gefur merki. Þeir sem eru á móti. Það eru 6 atkvæði D-lista á móti. Það er með hjá S-lista 2 og 2 hjá B-lista og A-listi situr hjá. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Skal að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, já, hérna, nú er ég hissa. Þessi tillaga hefur komið hér alltaf fram eftir kosningar. Alltaf. Og hún hefur alltaf verið samþykkt samhljóða. Hér eru einhverjir sem hafa eitthvað að fela. Býtu, hvað erum að vera? Akkur er fólk ekki tilbúið til að leggja fram reikningana sína? Er þetta eitthvað vandræðilegt? Já, hérna hér. Nú er bleik bröð. Nei, ég er bara að lýsa yfir undrun. Ég hélt bara að þetta væri eitthvað sem öllum þætti ofur eðlilegt og en hér hefur fólk greinilega eitthvað að fela og þetta er eitthvað mjög flókið, þannig að ég verð bara, ég held ég hef aldrei orðið svona hissa. Þetta hefur verið lagt fram hérna og samþykkt áður. Það er fyrir Arna, Bragi Bjarnason D-lista. Hér er grein fyrir atkvæði. Það er bara bókuninni sem er komininni. Forseti, bókun frá bæjarfulltrúum og D-lista undir máliðurinni. Bara vegna tillögu frá bæjarfulltrúum S-listans varðandi uppgjör framboð til sveitarstjórnarkosningar 2022. Framboð D-listans mun samanber 4. kafla laga nr. 162/2006 starfsemi stjórnmálasamtaka með síðari breytingum skila fjárhagslu uppgjöri vegna kosningabaráttu til ríkisendurskoðunar. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar D-listans Bragi Bjarnason, Fjóla Kristindóttir, Kjartan Björnsson, Sveinn Ægir Birgisson, Brynhildur Jónsdóttir og Helga Lind Pálsdóttir. Þannig að það er ekkert að fyrir. Þakka fyrir Bragi og ég gef Álfheiði Einarsdóttur A-lista tækifæri til að gera grein fyrir sínu atkvæði. Forseti, bæjarfulltrúar, íbúar, gestir. Ég ætla að gera grein fyrir atkvæði mínu sem var hjáseta. Ég er öll fyrir gagnsæi og fagnaði mjög að eftir áralanga baráttu við að koma í gegn þessum skildum og herðar stjórnmálasamtaka að skila inn ársreikningum og sérstaklega reikningum og uppgjörum vegna framboða, hvort sem var til sveitarstjórnar, Alþingis eða forsetakosninga. Ég sit hjá hins vegar af öðrum ástæðum og aðal ástæðan er sú að ég tel þetta bara vera of stuttan tíma. Það verða ekki komnir allir reikningar til dæmis til framboðs undirritarar innan 2 vikna. Þannig að þetta er ansi skammur tími fyrir heilt uppgjör. Ef ég fengi mánuð þá hefði ég samþykkt þetta í ljósi gagnsæis, en þetta er sem sagt ástæða mín fyrir hjásetu. Við þurfum að gefa þetta upp, þetta er of stuttur tími fyrir mig. Takk fyrir þetta Álfheiður. Þá förum við hér í afgreiðslu nefnda. Það er 15. liður á dagskrá, félagsmálanefnd, 33. fundur frá 12. maí. Einhverju sem vilja tjá sig þann fund? Það er ekki. Þá förum við í 16. lið, það er umhverfisnefnd, 22. fundur frá 11. maí. Einhverju sem vilja tjá sig þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 17. lið sem er fræðslunefnd, 44. fundur frá 18. maí. Einhverju sem vilja tjá sig hann. Álfheiður Einarsdóttir A-lista, gjörðu svo vel. Og verið þeirra góðu. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir og íbúar. Ég
Ég held að á þessum fyrsta fundi þá myndi ég bara sitja og brosa. Mér finnst ég ekki hafa gert neitt um að koma í pontu og tala. En mér langaði að gera eina athugasemd. Ég sá að í þessari fundagerð að þá var gert ráð fyrir að nefndin væri komin í sumarfrí og mér skilst að mannlegan misskilning hafi verið að ræða. Því að ég ætlaði hér sem sagt að gera það að tillögu minni að allar nýjar nefndir sem hafa verið skipar hittist að allavega einu sinni fyrir sumarfrí. Þannig að þetta er nú bara það sem ég vildi sagt hafa, ekki annað. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Ég hygg nú að flestir formenn muni boða til funda áður en að sumarfrí skell á. Brynhildur Jónsdóttir, D-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir og tilheyrendur. Ég get alveg verið sammála þér með það, Álfheiður, að okkur þótti það mjög sérstakt þegar verður að boða til sumarfrís. En það sátum við hjá. Ég var endur ekki á þessum fundi, en ég mig langar að benda hérna á móttökuáætlun fyrir nýliða í leikskólum Árborgar. Þannig er móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn. Og sem að, allavega það er Ingunn Helgadóttir og Sólveig Dögg Larsen kynntu þessa áætlun og það voru aðstoðar leikskólastjórar, ef ég man rétt, voru með þetta. Það er bara svona að benda ykkur á þetta. Þetta er mjög sniðugt plagg. Þakka þér fyrir, Brynhildur. Þá er komið að, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, varðandi þessa, þessa ákvörðun á fundinum í fræðslunefnd sem er nú ósköp lítið atriði því að ég meina að sjálfsögðu getur formaður bara boða til fundar. Það var bara smá misskilningur þarna af því að við áttum eftir að halda maífundin og hann einhvern veginn fór inn í kosningarnar og það var ákveðið að hann yrði tekinn. Við funduðum ekki fyrir 18. maí, þar að segja maífundurinn, venjulega erum við að funda mun fyrir í maí. Svo einhvern veginn fannst sviðsstjóra að það væri bara komið sumar og hann bara setti þetta inn og við vorum einhvern veginn svona aðeins eitthvað með eitthvað timburmenn eftir kosningar og eitthvað og þetta var eiginlega bara óvart. Auðvitað átti að vera fundur í byrjun júní. En þetta er mjög lítið mál og ég veit alveg að formaður mun boða til fundar í júní og það verður auðvitað bara gert. Takk. Já, þakka þér fyrir, Arna Ýr. Og er fleiri sem vilja tjá sig fund fræðslunefndar. Ef svo er ekki, þá förum við í síðasta liðin á dagskráni sem er 18. liður og það er bæjarráð 149. fundur frá 19. maí. Er einhverjum sem vilja tjá sig þar innihald þess fundar? Ef svo er ekki, þá mörg ánægileg mál svo sem þar inni. Lagning ljósleiðar á móttaka flóttafólks úr Úkraínu og fleira. Svo er þetta tjá sig að nú er fundurinn orðinn langur, hann standa í rúma 3 klukkustundir. Ég er þakklátur fyrir öllum hvað vel tókst til við að láta fundin ganga fyrir sig þó að eitthvað væru umdeild afgreiðslur á málum eins og gengur. En ég vonast til þess að við höldum áfram góðu samstarfi en fundarritun er lokið og við höfum haft þann háttinn á í fjöldamörg ára að það er lesin fundagerð hér í lok fundar en það hefur verið gerð breyting á því og gerðum breyting á því og hún kemur inn á fundargáttina og verður síðan aðgengilegum þegar allir hafa undirritað rafrænt undir fundagerðina, það er að segja sitjandi bæjarfulltrúar
og þá verður hún gerð opinber gagnvart almenningi. Þannig að ég vil bara fá að þakka bæjarfulltrúunum 11 sem hér sitja og áhorundu sem hafa setið hér marathón setu, þakka þeim fyrir og þeim sem að fylgjast með heima, sjálfsögðum, starfsmennum fundarins, að vinnilega þakkir og við hittumst næst 22. júní sem er þá síðasti fundur fyrir sumarfrí að óbreyttu og þakka ykkur fyrir og góða heimferð.